Já, komið heil og sæl og verið velkomin í 200. og 40. þáttin Birkir Karl. Já, heldur betur. Þetta skot gengur. Við erum líka komin svona smá fríi. Já, búið að vera ágætt. Verðskuldað. Já, búið að vera þvílíkt álag á okkur að taka þátt einu sinni viku. En við erum mættir aftur, gallharðir, með ansi spengilega gesti. Við heldur betur. Kveikja á öllum 4 hellurum henni í stúdíónu í dag. Já, langt síðan voru 4 í stúdíónu. Já, við erum með tvíegi, en áður en að koma gestum kvöldsins, þá langaði mig að minnast á okkar minni Volt. Voltarannir maður. Það er bara spurning hvað þú vilt fá heimsend. Hvort það er hambúrgari, salat, matur, snirtifur, bakari, Kynlífstæki. Kynlífstæki, já. Það er eitthvað fyrir alla. Konur að kalla og börn, en það er Volt Plus og þá þarf ekki að hafa ágjör sendingagjaldinu. 0 krónur. Að gestunum í kvöld hins vegar, það eru þeir Benedikt Valsson og Fannar Sveinsson, auðvitað betur þekktir undir brandurinu hraðfréttakóngarnir, en í dag eru þeir þekktir sem hraðfréttabrósarnir. Já, hjartanlega velkomin. þetta er bara alveg rétt hjá þér. Hvað segja kollegar í dag? Bara, við erum ferskir sko, tókum við 2 þætti í dag. Já. Þannig að við erum á undan ykkur, búum með 2, þeir eru bara klára 1 sko. Herri til hamingju daginn. Já, takk. 37 ára maður. Herros. Já, það er engin aldur. Nei, er það nokkuð? Nei. Ég var einmitt að hugsa það. Hélt að vera eldri sko. Hvað er þig gammal? Nei, fólk segir þetta oft sko. Fólk heldur að ég sé eldri, búin að halda það bara síðan ég var 14 ára sko. Þegar 14 held að fólk að ég væri 20 sko. Þannig að ég er búin að heyra þetta alla ævi sko. En nei, 37, hvað er þið gamlir? 27. 29. Nei, 27 ára? Hæ? Hérst hann væri miklu eldri? Já, skeggir. Það er bara jafnkvæmlega ég. Já, 27. Já, tíminn líður hann maður. Við erum að vinna með sama tricks fannar, sko. Já, það er skeggi. ég veit það. Það er eldri mann, sko. Já, með góða húð. Já, takk fyrir. Ég hef ekki fengið þetta hrós á þér. Nei, mjög góða. Ég pæli mikið í húð, sko. Ég nota mikið að rakakremum og er núna í sterakremum, sko. Ok. Ég fæli hræðilega húð á veturnar. Bara svona sandur allstaðar, sko. Ekki sandur, en bara svona hrufótt, sko. Þannig að nú er ég að vinna með rakakrem og sterakrem. Ég er ekki, sorry við sem að hijacka þættinu við þetta strákar. Það er úrútuna. Já. Af því að ég er alveg áhuga maður mér langar að komast inn í þetta. Hvað mælirðu með? Þú er náttúrulega búin að vinna þess með þetta. Ég man ekkert hvað þetta heitir. Ég er að nota mikið vörðna frá Fanny, Benni. Bioeffekt. Já, það er rándir krem, sko. Það er gæðið sem kosta. Já, þau virka. Þetta er ekki spáns. Þetta er bara vörður sem virka. Svo er þetta sterakrem frá lækni, sko. Já. Ég er með held ég psoriasis. Já. Hvað? Ég er bara að segja hlægið að því. Ég er bara með það. Það er ekki gaman mál, sko. Nei. Ég fyrir strax þetta verður óumfutið þáttur. Frábært. Já, Fannar afmælisbarn til þetta er auðvitað risastórt. Já. Og ákveður eða afmælisbarni með okkur. Það er bara gríðalegur heiður. Já, bara takk svo leið. Ég bókaði þetta og ég bara vissi ekki hann þetta afmælega. Nei, og þegar hann nefndi dagsetninguna fattaði ég ekki eins og sjálfur, sko. Nei. Ég bara, já, förum þetta podcast með þér. Einmitt, þetta er eitthvað sem við droppuðum í gær. Við erum á leiðin í Viðtal, bara svo að fara í Vestlunarskólablaði. Við talum margir hver við erum, sko. Já. Nei, já, við vildum ekki gefa það upp. Þetta er ekki leyni. Maður veit aldrei, sko. En mér finnst samt að podcastin er að tala meira saman, sko. Ég vil halda árshátíð allra svona podcasta. Já. Oft tala fyrir þessu. Já, það er minn draumur, sko. Og einhver verðlaunahátíð kannski? Nei, engin verðlaunahátíð. Bara allir jafningjar, sko. Bara dettið að hafa gaman, þú veist, bara eitt kvöld. Og reglan er kannski top 20 podcastin eða eitthvað hittast. Og eitthvað, ég veit ekki hvað við gerum hann á þessu kvöldi. Væla sinn 21. Ok, 25 eða eitthvað, þú veist, whatever. Já, en þú veist, hafið aldrei gælt við að því að þið hafa nú fengið mikið af skemmtilegu fólki til ykkar gegn tíðina að halda einmitt afsátið bara fyrir gestina sem þið hafi fengið. Þetta minna bara frá byrjun. Já. Það væri bara skrítin ekki hægt, sko. Það eru mjög margir líka dánir, sko. Já. Það er svo sem við byrjuðum. Og bara einhvern veginn kanselarir og hættir að frægir og... Það verður skrítið samsending. Já. En ég hugsa einhvern tíðan, sko, að mætti að senda öllum jólakort sem að tóku þátt á árinu, sem bara var alltaf þetta hugsun og svo nefndi ég þess ekki. Já. Það er bara svona sniðugt. Þetta var falleg hugsun. Já, þetta var falleg hugsun en framkvæmdi ekki. Nei. En hvernig ætlum við hitt oftast? Ég oft spáði, það var Hemmi Gunn náttúrulega sín tíma. Hann kom helvít oft til okkar. Hann er farinn. Og Raggi Bjarni farinn. Raggi Bjarni átti líka sterkinn komið hjá okkur. Hann er farinn. Bjarni Ben er náttúrulega... Hann er næstur, sko. Hann fer þá að fara næst. Þannig að við viljum ekki... Nei.
Nei, hver er fleiri? Það eru góðu vinnur okkar alls konar góðu Sigmundur vinnur. Davíð. Já, hann er mikill vinnur okkar. Það var alltaf grín í gamla þetta að ég væri simmamaður og Benni væri bjarnamaður. Og vorum að vinna svolítið með það sko, þegar þeir voru hann í ríkisstjórnum sín tíma. Sem var gaman sko, en svo var þetta djókina bara að alvöru vináttu og við erum á leiðin í ammali til Simma núna í sumar. Hann heldur upp á 50 ammali sitt sko. Hann er orðið 50, já. Já, en hann er ekki bara haldið upp á í garðinu sínum og eitthvað. Já. Við erum að segja eitthvað sem við hefum ekki að segja. Nei, við erum alveg saman. Takk fyrir búið sem ég. Já, nei, það er flottu kall maður. Hann er ekkert smá almennlegur. Já, rosalega. Og það er líka, já, nei, segðu þú þetta. Það tala svo mikið samt. Já. Hafið tekið viðtal hérna? Já, eins og geðið þetta. Var hann ekki að tala mikið um verðtrygginguna og svona? Jú, við fórum að gera upp vindristæmi og allt sko. Þetta var alveg, hver hljóðsend til að taka það viðtal sko. Já, var það þungt eða? Það var alveg, já, samt skemmtilegt sko. Já, mjög svo fallegt sko, mjög áhugavert. Hann var eiginlega meira bara svona að tala að því við vorum nýbyrjaðir sko. Hvernig podcast er þetta? Er þetta grín eða er þetta alvöru? Má ég segja hvað sem er hér inni? Og við, já, segðu bara eitthvað. Ég þarf að vita það, bara svo að fólk fyrir McDonald's þá veit það hvað það fær, en hvað fær það hér hjá ykkur? Og við eitthvað, bara tala. Já, þið þurfa að marka sér þetta öðruvísi og pæla þess í þessu og bara, já. Já, bara gerði eitthvað. Skild okkur eftir bara alveg. Og eftir minnst að viðtali hélt hann áfram, sko, tönglast á þessu. Þið verða að marka sér þetta og vita hvað þið eru að gera, strákar, hvers konar podcast. En fyrir mér eru podcast bara spjall, bara samtal. Það er alltaf okkar podcast, það er bara samtal. Sumir gaggrina mig fyrir að tala mikið og taka orðið að benna. En þið mér alveg vera grimmir við mig hérna í dag ef ég er að því. Ég var skammaður fyrir þetta í fertusamlegin daginn og kom eldri konu upp að mér. Þú verður leifa honum benna þess að tala. Þú ert allt og mikið að rausa. Já, þú er líka oft í símanum eitthvað svona. Afra eitthvað. Já, hann er Benni, opnaði þig. Segðu okkur þín dýpstu leyndarmál. Ég er bara, já, spurði þið. Það er eitthvað eitt sem að, þú veist, að því að hver þáttur hefur sitt eigið líf. Það er, þú getur ekki farið inn með einhverja væntingar og búist einhverju af viðkomandi því að fólk er svo mismunandi sem er frábært, en það er eitt sem að fer í mína fínustu, það er þegar menn eru í símanum á meðan þátturinn er í gangi. Já, það tryggur mig alveg rosa. En þið gerir annað skemmtilegt að ég hef gaman að hljóðbútunum sem að þú ert alltaf að læða þarna. Já, ég er ánægður að setja að hlusta, sko. Já, maður er að reyna bara eitthvað, sko. Við erum bara að finna út þessu. Þetta er í þróun, þetta er alltaf í þróun. Það er bara gaman eins og þið þekkið, að hitta bara fólk. Já, geðvikt. Hversu gaman er að sitja núna með ykkur og vera bara að tala saman. Skemmtilegt í heiminum. Annars er ég bara að svæfa krakkana og ganga frá eftir eitthvað ammali, sko. Þetta er bara draumur, sko. Líka því maður gæti ekki sagt til konuna, ég ætla að fara að hitta Benna og Fannar í hraðfötum, bara spjalla við þá. Það er ekki hægt. Það var líka stór partur á okkur langaði að gera þetta. Við söknuðum svo mikið að hitta fólk. Við vorum í 5 ára eða eitthvað að gera sem það ætti alltaf að hitta eitthvað lið. Svo kom bara tómleikinn í 7 ár. Nei, við vorum í öðrum verkefnum með því, en það var alltaf svona þessi hugmynd að byrja með podcast og sátum helviti lengi á henni. Já, við vorum skítræddi við þetta líka. Hvað er þetta podcast? Við þurfum að gera eitthvað, við erum einhvern veginn öðruvísi, en einhvern veginn svo gerðum við þetta bara og þetta er bara svona. Þetta er ekkert eitthvað brjálað konsept, sko. Og nú talaðum fyrir þátt að það flókja stofna podcast, sko. Nei, ég held að margir, en eins og Hjammi kom inn á í fyrsta þætti hjá þeim sem ég hlusta á við undirbúning þáttar, sko, það er auðvitað að byrja en það er erfitt að endast. Akkurat. Og eins og hann kom inn á, sko, það er náttúrulega líkilættir að fá borgað fyrir þetta af því annars nennir maður þess ekki. Nei, einmitt. Við byrjum að fá borgað fyrir þetta í febrúar. Já, en við náttúrulega vinnum bara við sjónvarp og framleiðslu, þannig að þetta er svona partur af þeim geira í rauninni og við erum bara með framleiðslu skrifstofu og inn í þeirri skrifstofu er svona podcast-rými þannig við höfum auðvelt með að grípa í einhver viðtöl og eitthvað svona og við erum mikið saman. Þetta er alveg kósí stúdíó hjá okkur. Já, það er komin skemmtileg mynd að það, sko. Samt ekki nógu flott, sko. Þetta er svona, þetta er heimilislegt. Já, þetta er einhver skilrúm sem við tókum í Æslandi loftlega, fórum eitthvað þangað, hitt einhvern efnisveitumann og hann var að sína einhver skilrúm. Já, fyrst það tókum eitthvað, þau kostuðu bara 100 á skall hver fleki, sko. Það var rándýr rými, sko. Keyptum köttin í segnum, sko. Nei, þetta virkar. Já, þetta virkar. Það er ekki svona... Já, þetta er ekki svona eins og ykkur, svona foam, sko. Nei, þetta er flott, sko. Ekko hér, sko. Já, en þetta er bara búið óslega gaman. Já, bara áfram gakk. Já, ríkilega vel gert og eins og við segjum gott að geta bara til sig niður með kaldan, þetta eru forréttindi. Við erum náttúrulega andstæðingar í dag, samir en andstæðingar að einhverju leyti. Heldur betur maður. Og við erum auðvitað tím kaldi og hérna Birkir, þú kannski kemur aðeins inn á það og fann að þú segir okkur frá því hvað þú ert með hann í hendinni. Sko ég er náttúrulega grjótari túlumæður, sko. Já. En ég fíla líka alveg kalda, sko. En túli er bara svona bjór sem nær til mín, sko. Þetta er heiðalegu bjór,
Þetta er fyrsti bjórinn sem ég drakk í lífinu og það er ekki lygi sko. Bara fyrsti bjórinn sem ég opnaði ever var Thule Það var eitthvað gleri, munum til Thule í gleri Stóra glerflöskur Sakna þeirra sko. Já, það er komað Nei, ég held það sér til sko. Er það ekki til? Við eigum að vita þetta Já, við þurfum að bara senda post En svo líka erum við ekki vanir sponsorleiknum sko. Við höfum verið að vinna bara ríkisútvarpinu og þetta er alltaf bannað sko. En alltaf við einhvern veginn komum með sponsa og þurfum að sinna þeim og tala Thule og svona Ég er bara gaman að því Ég var náttúrulega bara skammaði fyrir ýmsa þætti í hraðfréttum þegar við vorum með einhverja vöru innsetningu sko. Það var bara teknar á teppið sko. Voruð þið þá að fá borga fyrir það? Nei, það var Benni búin að draga sér í mörg ár og græða það einhverju dóti Nei, það var eitt atvik sem að frægur einstaklingur sagði Nova mjög oft í þættinum Hann kom með viðtaldi Benna sallið inn á hann og sagði bara Nova Það var grínið að hann er rödd Nova og við bara fundum ekkert fyndnara Þannig ég sagði bara, segði bara Nova alltaf Benni segir eitthvað það bara svarar Nova Ég man ekkert hvernig viðtalið var en það endaði bara á alþingi bara faldar auglýsingar á RÚV bara besta tíma Það var einhverju fyrirsögn og ég man ekki eitthvað, það var svona umræði kringum þetta Álfur Ingadóttir var með þetta sem hjálpaði þættinum fárlega mikið þá átti að fá fólk að horfa meira og svona, þannig að það hjálpaði okkur og þátturinn viku síðar var bara útsponsaður Við fengum ekki greitt fyrir það en bara tróðum með smörgu bara Pepsi og Coke og einhverju kjaftaði bara inn í þetta skilur Ég var bara að gleyma því Það er ekki gott Hvað sér þið? Eitt fyrst við erum að tala samstæðsæðilega þá erum við með gjöf fyrir strákana sem ég ætla að fara og sækja Já, gerðu það Vá, það er afmælisgjöf Það er eitthvað hverjum degi sem við erum með afmælisbarni setti Er þetta dýrt eða? Þetta er rándýrt 100k plus En ég ætla reyndar að tala minn samstæðsæðilega sem er kaldi og hann er mættur sumarkaldi og við erum með sumarleik strákar sem er þannig að ég myndi segja hlustendum að follow ykkur á gramminu en þið ekki Instagram Það hefur við leirið því Nei, vorum við 20k og förum við þá eftir en fyrir þá hlustendur sem followa Chess After Dark og Kalda á Instagram og setja mynd af sér í story og taka Chess After Dark og Kalda að hlusta á þennan þátt eða einhvern annan þátt Besta myndin, hann fær 10 rútur á sumar Kalda 10 rútur? Já Það er ekki minna Þetta er sniðu, við þurfum að vinna að vera með eitthvað svona leiki Þá fáum við followers Ég hef ekki tíma, ég hef bara ekki vanum á þetta Nei. Bara svona samfélagsmiðla og posta og taka upp og nú eru mættir til strákaninn Ég bara, hausnum springur sko. Svona gjafaleikir eru náttúrulega hreint ofbeldi Alveg hreinræktað ofbeldi Ég var að kynna gjafaleikina Ég veit það, en málega það Oftast eftir að kommenta eitthvað á Facebook og þú ert einn af 40.000 og út kannski með væntar 3 krónur á kommentið þitt en ég hugsa að það sé ekkert það margir þú áttur raunverulega sjens í þessum leik sem við það er ekkert margir að fara að negla í story og tagga okkur sko. Þannig að ef þú gerir það þá ertu í góðum sjens Ég fíla það En talað afmælisgjafir ég er hérna með þema verðist vera að gefa dósir Ánægð með það Ertu að gefa mér Nei, það væri eitthvað iPad eða eitthvað næs Nei, þetta er ennþá betra, þetta er miklu betra Við erum hérna með dósaopnara sem er jafnframt Takk fyrir, wow til að opna og þú fær líka Já, ég átti ammæli daginn líka Gaman Já, öryggisteildin.is Þetta er frá okkar mönnum í áhyggjuleysi.is Já, geggjaður og þeir eru auðvitað nýju vinur okkar Birkir Við erum hjartanlega velkomin Aðalmálið er einfaldlega ekki notkun Þetta eru öryggismyndavélar inn á heimilið Við þurfum að sína strákunum hann að þeirra leiðin út sko. Við erum komið öryggismyndavélar í stúdíóið sko. Já, hún er svona eldirhellir sko. Þú veist þannig að þú hreyfir þig og hún hreyfir sig sko. Já, eldir andri nice. Getur stilt hana hvort að hún eldir bara þig eða líka dýr og annað sko. Þannig að þetta er alveg og, þú veist, hvað myndir að halda svona græða myndi kosta með hreyfiskina 9 milljónir Já, það myndi þetta er bara fræjótið sko. Takk fyrir þetta bara Eldi eitthvað dæmi, stilla bara dýr Það er svona glata að stilla bara á dýr sko, þegar þau eru lítið að brjótast inn teginn sko. Já, mér skilst reynda líka bara Benni skjótu þau þegar hann sjá það Ég er morðingi, ógeðslegur morðingi Það er ofbeldi í honum sko. Ég er stundur hræddur þegar hann verður reiður sko. Sem er sjaldan sko. Já, en þegar það gerist þá verður ég svona alvöru hræddur sko. Það er bara svona Ég hef aldrei verið eitthvað reiður við þig þannig sko. Nei, einu sinni Fauk í mér Þetta er flott, ég vil þetta Vantar alltaf góðan dósa upptakarar En hún kostar, þessi vél 18.999 En fyrir hlustandi Chess After Dark þá kostar hún 15 skall Ef þið segið að við sendum ykkur Og þið sendið skilaboð á áhyggjuleysi.is
Já, þetta eru glæsilega velar og flottur kall sem með þér planta svona heimið á sér. Já, ef við að færa okkur í frétti vikunar fylgjast með konun og svona. Frétti vikunar, já, mér líst vel að við ættum að vera búin að fylgjast eitthvað með því. Nei, ég hef aldrei verið vel að mér í fréttum vikunar sko. En ég get bladrað það sem þið eru að fara að kasta með grunaði það Já, ég get alveg svona Já, ég get reynda. Við erum kannski alveg með laumusegmellinga þarna og þannig. Já, það er alls konar í þessu. Við erum nefnilega með allt öðru sem það, við erum mjög rúðustrikaðir sko. Við erum með handrit eiginlega bara Fannar Andvarpa núna sko. Við erum nánast þannig sko. Já. En við erum samt alltaf til í að vera í flæði sko, en eru rúðustrikaðir í grunninn sko. Já, það er flott. Okkur langar að vera eins og þið sko. Okkur langar að vera eins og þið. Nákvæmlega. Við viljum vera meira skipulagðir og þið viljum vera minna skipulagðir. Hefum bara samstarf. Það verður bara eitt podcast. Saman eins og sponsormaður og við erum að græða alvöru peningastókar. 6 þættir í viku. Sko, ef við kannski færum okkur í fyrstu frétti vikunar sem eru kannski sorgarfréttir að einhverju leyti. Bennið, þú þetta vel til fara eins og venjulega. Já, sérðu. Reglulega vel til fara í dag. Sest þetta ekki örgulega? Jú, þetta verður líka í mynd á Spotify fyrir þá sem að taka þetta þar. En þetta þetta ekki allt frábært. Valur 6, KR1. Já. Lokatölur. Já. Var það í dag núna? Það var í gær. Já, prísa í Vesturbænum, eða hvað? Já, Óskar á, þú varst að hrópa það framlega þakkinu þetta gær. Nei, ég bara svona í seinni tíð, núna síðustu ár, hef ég bara einhvern veginn ekki verið að horfa mætt mikið á KR, sko. Það er ekki hægt að mæta KR-völlinu fyrsta leið, hann er ekki til. Nei. En það gerist einhvern veginn þegar vinir manns eru hættir að spila. Og svona aldurinn manns er hættir að spila. Þá einhvern veginn svona fjarar þetta út og svo eignast börn og einhvern veginn fer þetta svona burt frá manni. Þannig að svona, ég hef ekki endilega verið að fylgjast mikið með. En, vissulega... En þeir óskamætti, ekkert kýll, eitthvað. Þú veist að fylgjast meira með? Jú, en svo fór ég svona, ég þekki engan leikmann líka við núna, sko. Ég bara það mikið átt í þessu. Ég var það mikið inn í þessu, ég þekkti alla leikmann og mætti á alla leiki og bara all in, sko. En ég held að hann sé einhverju góðri vegferð, sko. Ég hef trú á Óskari, sko. Það er gott að hafa góðan KR í brúnni og kannski óþarf að vera að tapa allir um leikjum, það er nýtt að vinna einhvern leik. 6-1 líka dálítið mikið? Já, það er svona á móti Val, það er svona pyrra mig. Sko. En þetta er bara verkefni, held ég trúi því, en svo veit ég ekki. Þannig að kannski bara svona farið okkur tapaði KR sem leik? Þetta er bara ekki vandamál mín megin, sko, ég held með Víkingum og við erum bara að rústa öllu og komum í Gylfa til okkar og allt að gera, sko. Þannig að þú tengir ekki við Benna núna? Nei. Þetta var alltaf þannig gamla þetta að KR voru ógeðslega góður og mitt liðið sökkaði, sko. Já, minn tími er komin, sko. En ég horfði samt ekki að fótbolta. Nei. Það ekki að fram. En ég elskar samt Víkinga. Smá KR líka, það er smá KR hérst í mér. Ég er alltaf með Vesturbænum í 5 ár, sko. Já, þetta er að koma, sko. Þetta er, sko, nú er strákurinn minn í 8. flokki, 5 ára og ég er búin að vera að fara á þessi mót núna og svona. Þá er þetta komið aftur, blóð og tennurnar. Hann heitir líka mjög svona atvinnumanna nafni, Elmar Ingi. Sjáðu ekki fyrir ykkur? Hann er líka Benediktsson. Já, Elmar Ingi Benediktsson, kominn landsliðið. Gummi Ben býr við hliðina á okkur. Já, þetta er allt í gang. Já, og hann er actually góður. Já, þetta er alveg svona. Þetta segir allir foreldrar börnin þín. Actually góður. Hann er að hlaupa upp öllin og sparki boltan. Nei, hann er betur en hinnir. Já. Og skora mörg, það er ekki allir sem gera það. Nei, rólegur. Já, maður er að tala um hérna. Varst þú betur en hinnir, Benni? Nei, ég var alveg hræðilegur í fótbolta. Þú veist, ég æði alltaf skíði og það var svona mitt sport. Það var engin í því, sérstaklega ekki í Vesturbænum, ég var bara í Ármanni, í Bláfjöllum. En ég fór svona að byrja, ég fór í 7. flokk held ég. Byrjaði einhverja æfingu þar að því að þjálfarinn sagði að vantar góðan vinstri fót og ég er góður vinstri fótur. Já. En svo bara hafði ég engan áhuga á þessu þá, sko. Bara datt út úr þessu. Það var bara eftir á líka. Gat ekki haldið á loftið en eitt. Heilugur. En samt góð vinstri fótur. Já, góðlegt bara. Eina sem að gæt. Já, þú veist, ég bara í bumbuboltanum og svona er ég mjög góður vinstri fótur. Já, flottir það. Já, það er eina sem ég get. Virkilega. Sparka í vinstri fótur. Já, sparka í það. Þú varst mögulega lengur en ég í fótbolta. Nei, ég var 1 ár og alveg hræðilegur, sko. D2-mur og gæti ekki raskat, sko. Já, ég verið D3-mur, þannig að þetta er alltaf leið. Já. Nei, fótbolti var aldrei mín íþrótt og er það ekki þá í dag, sko. Hver er þín íþrótt? Engin. Nei, þú varst sorgmættur, ég sagði þetta. Já, ég trúi þess ekki. Nei, það er engin svona íþrótt sem ég er að fylgjast með og er eitthvað, ég vona þeir vinni, skilur við. Það hryggir mér reyndar. Já, ég fann það á þeir, sko. En sko, já, við skafum skíðum, en ég nýbyrjar aftur, var á bretti, en til að horfa á, nei, engin, sko. Engin, það er bara bíó. Crossfit leikarnir.
Nei, ég bara elska að horfa á bíómyndir og sjónvarpsþætti og heimildarmyndir og hlusta podcast og það bara étur upp allan minn tíma sko. Þannig ég tengi ekki við þetta eitthvað svona Liverpool verður að vinna í kvöld en kýli hérna vegg og það verður blindfullur og fer eitthvað svona. Nei, maður þarf ekki allir að vera þannig. Nei, sögur eru þannig. Eins og með KR skilur við. Og nú mitt liði Víkingur að vinna allt bara það eru bestir. Þetta er gaman en ég er samt líka bara flott. Eða skiljiði. Já, skilji. Já. Algjörlega. Já, en þið skiljum mig samt ekki, ég finn það á okkur. Jú, Nei. Það máli segja, ég skilji ekki, þú ert fáið fyrir að vera svona. Já, sko, ég náttúrulega... Ég var til í að halda með einhverju, það var alltaf gaman að lita lífið, að halda með einhverju liði í ensku og fara á leiki og vera spenntur og... Þú heldur alveg með Manchester, skilur við? Nei, ég get ekki sagt. Nú var Eysteinn sonur minn að segja það að hann haldi með Liverpool, pabbi, vilt þú halda með Liverpool? Og ég bara, já, ég get alveg haldið með Liverpool. Fór á eitt leik með Manchester 2008 það var þetta legendary lið Vittits og Ronaldo og einhverjir Rooney og Tevez markmaðurinn, við hittum hann Vandisar hittum hann á Gaucho Grill ég var og Ricky Hatton, boksara með undir honum hittum þá tvo sko, það var moment sko en síðan þá hef ég ekki hort mikið sko en ég er svona öfundast maður fólk sem hefur þetta er svo mikið svona já, þú hefur eitthvað svolítið að fylgjast með og vera spenntur yfir og djúvillægi til að fara á Old Trafford og bara takin all orkuna þannig að ég held með þessu en þetta bara, ég er alveg hinskilin þetta næri ekki til mín sko Dægrastytting, öðru nafni sko tímaþjófur já, það er bara tímasuga sko. En það er bara allt skilur, golf er tímasuga og bara allt sem hún gerir í lífinu er rauninni tímasuga Já, sko, við erum að fá okkur kalda hérna og aðeins að opna okkur, eða ekki? Ég er með túli. Ég er enda búin að setja túli en von í kalda glas. Ég ætla að ná mér annan túli. En, sko, úr því við erum að tala um hversu fanatískir... Ég verð að segja Jóa markastjóra kalda að þeir neituðu að koma nema að fá að drekka túli. Já. Við erum með markastjóra bakinu. Svo erfitt að vera podcastari. Það er svo erfitt. Já, allt er góður. En haldar hann. Þetta er dagskrárgerð. Já, nei, ég ætlaði bara að segja að, þú veist, nú erum við með hlaðvarp sem að snýra einhver leiti að fótbolta. Þannig við þurfum átt að fjalla umferðir og þykjast vita eitthvað, sko. Og þá fæ ég alveg svakalegt imposter syndrom, sko. Af því að, þú veist, jú, ég fylgist alveg með, en ég er ekki búin að helga lífið minni þetta sem maður þarf svolítið að gera ef maður ætlar að vera alvöru viðræðahæfur af því að maður er líka sérfræðingur um fótbolta það með einhverja sleggjudóma bara herru, Gylfi er ekki búin að geta neitt í síðustu umferðum það þarf að horfa á svona 4 leiki í hverju umferð og þú ætlar að geta dómbar á þetta sko og þú finnur það líka sko þegar liðið raunverulega vinnur eins og þú núna með Víking að hérna þá fattar þú tómleikan sem fylgir þessu svo vinna þér það gefur þér ekki neitt það gaf mér heldur ekki neitt þegar töpuðu öllu sko Nei, ég er hræðilegt dæmi um mann sem þú talar Nei, fyrir mér er þetta alltaf bara eilífa þrautagangan sem að klæmaksar svo og svo vinna þér eitthvað og bara, já ok, það var ekkert sérstaklega heldur Já En það er samt mjög fallegt að koma í Víkina og sjá bara samheldnina og það verður að grilla hambúrgara og nú má kaupa bjór og krakkarnir hlaupum og leika og hitta vini sína og mennu brjálaður upp í stúku og eitthvað svona, það er svona líf Já, þeir að gera þetta mjög vel Þannig ég held með þessu, eins og ég segi en þetta næ bara ekkert til mín eins og ég sé bara eitthvað Löfbenn að tala Þú veist að hérna samt á EM 2016 ég meina þið fannst það gaman Auðvitað Ísland að kemur fótbolta það er bara annar hlutur skilur Já en þið fannst gaman skilur það var ekki bara bjórinn og fyllir í því og svona þið fannst gaman Já þú veist bara eins og þjóðinni að sjá Ísland gera eitthvað rosalegt Já ekki fóru ekki áttalega eitthvað Jú skulum ríða það Sko árunum færum okkur úr Vesturbænum kannski bara stuttum móli Albert Guðmundsson mættur til Fiorentína Til hamingju Albert Ég er ánægð með hann maður Hann er svolítið að mæta á æfingar Ég held að hérna, sonur hans er stundum með sinni mínum á æfingum Já. Og sonur þinn er betur en hann Miklu betur Ertu ekki að benda á það líka? Jú Það er svolítið hannig Já, þetta er bara flottu dýll, ég ánægð með hann Halda nú hann að Ítalíu Sonur hans Gumma Já Er það sonur hans Gumma? Dóttir hans Gumma er að þjálfa barnið mitt sko En barnið mitt verður eitthvað snillingu sko Ég held að Fylgist með Höldum með honum Það er alvöru hérna hvað segir maður, hann er til undaneldis Gummi Ben þetta er allt einhverjir stóðhestur
veðlaupa hestar sem hann getur á sig. Hann var eitthvað legend en svo meiddist hann eða ekki? Jó, hann átti að vera alveg rosalegur. Hvað kom fyrir elsku Gumma? Rústa á sig. Hefur séð hann lappar í dag? Já, ég sé það. Nýjen, sko. Það er bara, hann getur ekki lappar. En hvað náði hann langt? Fór hann út í atvinnumennsku og var eitthvað svona? Já, meiddist bara eða strax. Hann fer út sko 16 ára eða 15 ára og það tíðkaðist ekkit oft þá sko. En svo bara strax farin sko. Já, elsku Gummi. Já, þetta er hæðilegt. En hann er bestur. Já, hann er bestur. Já, elsku Gumma. Fyrir mér næstu frétt, nú Alþingi auðvitað í, já, ég var að segja helga greipum með gíslingu út af þessu veiðigjaldafrumvarpi. Fannar þú einhverjum sök í því? Það er að tala um SFS eitthvað. Helvítið SFS. Það að setja það í handritið. Jó, ég eftir að vita það. Ég meina, ég fekk bara símtalan 4 dögum fyrir tökur. Það vantar leikstjóra á þetta verkefni og ég vinn sem leikstjóri. Og Jón Ástelund, þekkið hann úr Exit-þáttunum, bara eitt besti skandinavíski leikari sem við eigum Skandinavía og bara geðið tækifæri. Ég er ekki mikið inn í kvótakerfinu eða veiðigjöldum almennt en var hann að bara fengið þess að leikstýra þessar auglýsingu. Vá, það er sem ég segi að verja mig. Já, komin í heitasæti. Varst kanselaður, míníkanselaður. Nei, það var skrifað það var satt alvöru frétt mynda Já, hann Jakob vinnur okkar allra, hann hringdi í mig og blessaður drengur, ég frétti það að þú hafi verið að leikstýra þessu auglýsingu og ég, Jakob, ég nenni þessu ekki, nennu bara að sleppa þessu. Nei, ég get nú ekki sleppt þessu en þú getur sagt no comment. Af hverju ætti ég að gera það? Ég hef ekkert að fela. Ég var bara fengið þess að leikstýra auglýsingu sem er bara sannleikurinn. Hvað ættir að segja? No comment. Já, no comment. Bara kvótakerfið og bara viðkvæmt í mínu lífi og þetta er búið að kljúfa þjóðina og ég vil ekki taka þátt í þessu. Þannig að þetta sagði bara hvað gerðist, bara ég fengi sér leikstjóri út og leikstjóri þessu auglýsingu og svo hafði fólk mismunandi skoðin og henni, eðlilega, þetta er eldfimt topic, veiðigjöld og fólk tengið það við kvótakerfið og einhverju ríkir og ósangirni og litlu bæðin út á landi og svona. En bara fyrir mig persónulega að fá að leikstýra þessu manni og þeim báðum, þessum leikurum var bara geggjað. Myndir þú gera þetta aftur? Erstu að meina Ef það er vita allt sem þessi frétt myndir Já, alltaf sko. Ég elska bara og bara sem leikstjóri að hitta alls konar leikara og vinna með alls konar leikurum og mismöndi leikurum er bara mikill skóli. Þú veist, og maður var að leikstjóri á ensku. Ég fatt að reynda þá ég hræðilegur í ensku. Þetta var bara eitthvað, maybe hvað er ég að gera maybe more, en svo er hann að tala norðmaður, en hann er jafn lélugur að tala ensku eins og ég, hann voru bara tveirað en svo skildi hann þetta á endanum og þú veist, en ég hefði samt viljað relýsa þessum auglýsingum öllum í einu, en ekki bara bút úr sögun, þetta voru 3 auglýsingar, stutt saga einhverja norðmenn pleppa businessmenn áttu að vera smá tilvísun í Exit samt ekki en þetta voru hugartengslinn mikil að því hann lék í Exit og pleppar sem voru svona að debata business og nú fyrir við bara all in eins og Íslendingarnir, þeir eru svo duglegir í þessu og svo fatta þeir, í Noregi þá sendum við alltaf fiskinn út bara til Póllands og Kína og eitthvað, við getum þetta ekki svo endar þetta að þeir eitthvað kaupum fiskinn og svo eitthvað skilabóð frá SFS. Þannig að, þú veist, en ég átti ekki stóran part af handritinu þannig, en svo mótaði þetta með þeim sem voru að skrifa og bara, þannig að já, verkefni var mjög skemmtilegt og gaman að hitta þessa gaura og gaman að koma til Oslo, ég hef aldrei komið til Oslo. Nei. Var þetta mikið fjadrafók eða var þetta bara eina frétt og svo bara búið það? Basically, já. Það var smá svona eitthvað, svona þegar kom ekki mitt nafn, bara að setja greinin, ekki greinin, það var skrifað eitthvað auglýsinguna. Já. Að það var mikið af fólki sem er í mínum geira, leikarar og leikstjórar og fólk sem ég þekki bara persónulega. Þjóðin var mjög hrifin af þessu. Já, en ég sá svona bara einhverja leikara og leikstjóra og fólk sem ég hef unnið mikið með hvað skítadrast ógeð viðbjöður, hver leikstýri þessu, hver tekur þátt, hver selur sálu sína, þá var ég smá líkið í mig. Það má enginn vita að ég hef gert þetta og svo hringir Jakob og ég, fuck it, þú veist, ég er bara í vinnunni, skilur. Já. Besta við þetta allt er hann fekk eiginlega ekkert borgað fyrir þetta. Það er svona... Nei. Það var eitthvað lítið. Já, ég fekk ekki það mikið borgað fyrir þetta. Ekki eins og ætti að fá. Nei, ég hefði haldið að það er einmitt selt sáliðin. Nei, leikstjórar á Íslandi eru með svona ákveðið day rate sem er alveg frekar hátt. Já, er þetta bara listaverðið? Nei, bara, þú veist, þeir bara hringi í mig og bara okkur vantar leikstjóra bara á laugardaginn. Já. Ég var bara ekki að sækja Íslinn í skólan og bara, á laugardaginn, hvað er að tala um? Já, Jón Ástelund auglýsing og ég bara, stopp maður. Og ég sagði bara, þú veist, day rate mitt sem leikstjóri er bara eitthvað X
og viðst það trafil inn í þessu svona, þá þetta bara x2 sinnum 2 sem ekkert crazy tala, bara mjög eðlileg tala, bara sama ég taka fyrir að leikstýra auglýsingu hérna heima. Ég ætla að segja að þú ættir að fá meira borga fyrir þetta heldur en bara venjulegan dag í venjulegt fólk eða eitthvað. Já. Eða það ekki? Ég hef smá verið að ströggla við þetta, af hverju samt? Af því þetta sér case sem bara one-off, ég orði þannig að. Já, auðvitað, kannski eitthvað aðeins meira, sinnum kannski 3, en ekki eitthvað sinnum 10, skilur við, eða hvað? Jú. Við erum oft pælt í þessu, eins og við vinnum mikið sem veislustjórar og erum að veislustjóra fyrir alls konar bara fyrirtæki og stofnanir og okkur svona. Eigum við að rukka fyrirtæki sem eiga meiri pening, meira fyrir að við komum, en samt sama varan og þjónustan sem þú köpum. Já. Af hverju samt? Það smá sér. Mér finnst það líka, þú ert að kaupa sömu vöruna, en bara þú ert meiri pening þá áttu að borga meira fyrir hana. Ég myndi alveg setja Laugardalshallar álag þegar út með Landsbankann, þeir komið til okkar og það var mjög skemmtilegt. Ég segi, þú veist, eða kannski fjöldin, skilur. Já, þú veist, þetta er álag. Já, en svo það sem ekki margir vita, það er minna álag að veislustýra stórum hóp heldur litlum. Þú veist, Laugardalshöll að veislustýra er í rauninni auðveldara heldur en 50 manns. Þetta verður svo ópersónulegt, þú ert bara upp á sviði og bara vata sérð fólkið. Þetta er bara svona sjónvarpsútsending. Voru ekki samskip eins og er það bölluna? Jú, við verðum það líka. Stóðu okkur þessu hetjur. Já, takk. Nefnum að reyndar helmingur náttúrulega skildi ekki hvað það er að segja, sko. Jú. Þetta menna þegar mikið af fólki sem bara 50% erlendir aðlar, sko. En ég hló. Já. Þú hlóst. Þú varst þar bara. Já. Nei, við hefum líka veistlýsitt á ensku og eitthvað svona, en já, ég hef mikið velt sér fyrir mér. Á maður rukka meira af því að svo sem er að kaupa vöruna er ríkur, skilur. Ég er alveg sammálega þar að þú ert ekki að gera það. Þarna er þetta skammi fyrirvari, þetta er eins og segja one-off trade, sko. Já, vissulega. En svo alltaf þú ert að vinna í sjónvarpi eða auglýsingagerð eða einhver sem tengist kvikmynd að gera alltaf að budgetið er búið, sko, þetta er á morgun, sko, og það er bara ekki til, sko, þetta er bara Það er ótrúlega þegar maður talaði um markastjóra, budget er alltaf búið. Það er alltaf búið, sko. Í janúar. Ég hef aldrei ekki á no budget. Og öllum sjónvarpsstöðum líka bara, við erum búin að rissa upp árið, kannski eftir 3 ár. Bara, þetta er janúar, sko. Já, en það er saman hversu budget eru að hafa, þau eru alltaf búin, sko. Já, en þú veist, en ef við heldum áfram að tönglast á þessu, eitt í bara, ef þú ert með leikar á borðið þann sem við vorum með þarna, bara exit-leikar það sem þú veist að hann er að fá stórhjálna, eða líklega hann er ekki á þínu reddi, sko eitthvað hlutfall af því? Jú, hann er alltaf að selja samt, þú veist, andlitið sitt miklu meira heldur en ég sem vinnandi leikstjóri, þú veist, hann að selja andlitið er kannski annað, skilur þú ert að bendla andlitinu við eitthvað fyrirtæki og ég held að hann hef ekkert endilega vita nákvæmlega hvað SFS var eða við reyndum að setja hann inn í umræðuna hvernig þú veist þetta er alltaf inn að heima en ég held að hann hef ekkert alveg skilið það. Nei. Þannig að það er annað, sko. Voruð þið sáttið við sumuna sem að við letum ykkur hafa fyrir að mæta hinga? Já, virkilega. Líkla kipuna. Ég sagði bara X2, þetta er travel, þetta er Kópavogi, hvað er að tala um hérna? Hefur talað um það, mér langar að, við tölum aðeins um hlaðfrétta, mér langar að plugga þeim bara alveg. Núna er þetta spekingar, podcastfélagar, er að spjalla, sko, tölum þetta fyrir þátt, sko, fyrsti þáttur er eitthvað 23. nóvember 24 og minn aftur á þetta er búið kalda. Strax 65 þættir, helvíti duglegir. Sko, þið eru búin að ná okkur bara eftir, ég er ekki frábæri starffræði, en ætlið að halda áfram með þessu rytma, að því að einhvers staðar laði sig ætlið að vera með 1 þátt í viku, þeir eru með meira en það. Við vitum ekki hvað erum að gera, sko, þetta er bara allt í gríðarlegri þróun. Já. Þannig að þú veist, við byrjuðum bara með einu sinni í viku, ekki? Það var ekki fyrst hannig, svo eitthvað, herru, nú þurfum við að fara að gera þetta í gang. Því að þú veist, það þarf að gera þetta oft í viku til þess að vekja einhver eftirtekt og gerum eitthvað í þessu. Nei, ég hugsaði líka bara, sorry Benni, ég hugsaði líka bara... Sérðu? Já, Þetta er ekki alveg rétt í það, Benni. Nei, en ég hugsaði sem bara, ég sem aðdáðandi annara podcasta, líka erlendra podcasta, ég vil fá þið bara ógeðslega oft, skilurðu. Já. Mér finnst 1 í viku, þá bara hlusta mér klukkutíma og svo bara svona þegar ég býð í viku. Ég vil bara fá það eins ofta og ég get, sko. Þið líka, ég ætla að hrósa ykkur fyrir eitt sem við erum lélegir í, er að þið eru með tölvöld styttri þættir. Já, mjög gott. Við erum alltaf í 2,5 oft, sko, og þá sleppur að vera einu sinni í viku. En þú veist, klukkutími þá 2-3 þættir alveg. Já. Þið eru líka mjög duglegir. Já, mjög. Talaðu þú, Benni, ég ætla að taka smá pás. Já, ég ætla að segja eitthvað, mann það ekki núna. Nei, ég hafði áhyggjur af, sko, að vera með 3 þætti í viku að bara svona contentið er eitthvað svona minna. Já. En einhvern veginn er það ekki þannig. Svona, það flæði bara fínt. Já. Af því þetta er bara vinir að spjalla og vinir að spjalla við einhvern. Held ég þetta sleppi bara. Já, ég bara þarna
ég var ekstra duglegur að hlusta á okkur fyrir hennan þátt og bara vill hrósa ykkur, þetta í alveg bara mjög gott stöf og hvet alla hlustendur að taka þetta. Mér langar að spyrja ykkur samt ósækjandi spurning eða ekki top 3 bestu þættir svo far ef að við erum með hlustanda sem er ekki búin að taka neitt þátt. Ef hann á að taka einhverja svona sko, sem eru stoltir af. Þetta er svo margir þættir. Ég held bara svona viðmælendur, já, þeir skærast sko. Það er bara eitthvað við draumastrákana, skilur við. Já. Því við vorum í draumnum líka. Einmitt, komin að það eftir. Og það, þú veist, það er svona kannski... Já, mest líka Ragnhildur Steinunn skemmtileg. Já. Ég var bara að segja. Fannst þið það? Nei. Já. Jó. Gunn er að koma skemmtileg inn. Já, hann kemur þetta oft. Já, fólk... Gunnar á öllum kemur 10. hvert þátt. Ótrúlega við sem ekki búin að fá hann í þátt. Já, þið verðið að fá hann, sko. Hann fær ekki, sko. Það var 9 tíma þátt. Það er bara ertustælega. Já, bara alla leið, sko. Snarruglaði, sko. Og líka mikill fótbolta unnandi. Já, vá, ég veit að... Já, draumastrákanir. Og svo er alltaf auðvitað bara vestu þættinir svo far. Þá náttúrulega getið hent bara eitthvað 2 metur út. Já, ég held það sé bara best. Það er bara þátturinn í gær, sko. Já, þér fannst hann ekki góður. Nei, ég var að skoða eitthvað rat sem við droppuðu í gær. Nei, já Tala um að þeir þurfti að taka svo stórt lán Já, ég bara, hvað er ég að tala um þetta? Eitthvað samanburður og eitthvað, ég bara, fannar út glataður. Já, það er svo góð, þú veist, maður tengir svo mikið við allt sem við vorum að tala um. Já, ok, það er kannski rétt. Já, ég reyndi að tengja alveg fyrst við þetta, sko. En já, ég kannski opnaði mig eitthvað svona. Mér leiði eftir þáttinn kjánulega. Já, við erum enn alveg svona eftir á svona, að rítsko okkur, sko. Það fer aldrei, sko. Nei, líklega ekki, sko. Jú, það fer alveg svona smátt og smátt. Já, en svo er maður bara stundum illa upp blaður og þar samt að taka upp blaður sem maður veit að nokkur hlusta og það er bara, svo finnst maður það ömulegt og það er bara... En finnst ykkur ekkert erfitt að vera, sko, að því að ef ég verið þið, að því þið eru þekkt nöfn, þekkt brand, ég hef alltaf bara farið 2 og svona af og til gest, finnst ykkur ekki, að því að við erum nobodies, þannig að við þurftum að vera með gest til að þáttunum væri eitthvað. Finnst ykkur ekkert erfitt að, reyndar auðvitað oft bara einhverju vinir eða vinkonur eitthvað, en þú veist, þurfuð þið þá ekki eitthvað undirbúa okkur eða finnst ykkur þetta ekkert erfitt? Nei, ég held að komi bara með þessari reynslu, sko, svona fjölmiðla reynslu. Þú veist, þú ert ekkert kannski stressaði fyrir einhverju viðmælanda eða trúum bara á flæðið. En margir sem sögðu við okkur er ekki bara alveg 2. Það er bara solid, þá þurfi ekki að vera vesnast að fá gesti. Okkur finnst gaman að fá gesti. Ég verði að Sveppa og Pétur hugsaðu þannig, þeir nefndi ekki gestum. Það er álag að fá gesti, eins og þið þekkið, bóka fólk og svona. Já, svo beilar hann eins, tekja það fyrir að vara og þú veist. Já, maður getur allt gest, sko. En nei, við hugsaum líka alltaf, þetta er samtal, ekki viðtal, skilur. Þú veist, það er bara allir að fá að tala og eitthvað, flæða það. En þið hljótið að vel endi, þau eru ekki að nefna nöfn, en þú veist, þið fengið alls konar gesti og mikið af stóru nöfnum, að það sem að bara er kannski ekki lendi að við höfum oft lendi að þátturinn er bara ekkert frábæra því að bara er ekkert flæði eða kemistri í loftinu. Jú, það gerir sko, en þá bara gefum við þá þetta ekkert út. Nei, ég er að djóka. En oft eru við náttúrulega búin að hitta þetta fólk áður, svona í einhverjum aðstæðum, hvað sem að segja, gera einhver einslu eða eitthvað, þannig að fólk er aðeins svona móttækilegra fyrir okkur og svona veit hvað það hefur okkur. Þannig að þú veist, nema Sigmundur Davíð, hann vissi ekkert í hvað hann var að fara. En ég held sér líka bara lykill að bóka fólk sem þið þá og við líka þegar við erum að bóka sem maður hefur áhuga á. Þá er það auðvitað að detti bara spjallum alls konar og bara, þú veist. Það er einmitt máli, sko. Við fáum sent daglega svona 17 fyrirspurningar. Okkur fær ekki að kitta frænda minni, bara svona, því ég veit ekki hver þetta er og ég hef ekki áhuga að tala um það. Nei, ákveðið. Sorry, eða skilur við, þú veist, afgrætt ég enn að því að þið eru endalega klókir að taka upp á daginn, við erum alltaf að eyða heilri kvöldstund í þetta, fá okkur nokkra kalda og svona. Ég nenni ekki að eyða heilri kvöldstund með einhvern sem ég nenni ekki að tala við. Með kitta? Ég held að kitta sé frábær, sko. Nú verði að hlusta þetta vitað með kitta, sko. 17 sinnum á dag. Þetta er samt svona debatt, skilur eins og við tókum upp í dag viðtali gaurinn sem sér brúðubílinn. Að því mér finnst það áhugavert. En Fannari finnst það ekki. Nei, mér finnst það ég er ekkert viss sem ég hlusta á þann þátt. Nei, og ég skil það en það er samt skemmtilegt. En þetta er frábær gaur, sko, ef hann er að hlusta á þetta podcast. Hann er frábær, en brúðubílinn ég á 3 börn, sko, ég er búin að fara á nógu marga brúðubíla og skoppu skrýtlu dót eitthvað, ég er búin að alveg komið ógeð, sko. Hann endurvakti þetta, amman sem var með þetta, þetta er alveg hugsunar maður. Ég veit það, þetta er mjög fallegt, en Benni af einhverjum ástæðum hefur áhuga á þessu, sem er bara frábært. Beitið í mig og einhvern veginn, ég varð bara að hitta hann og tala við hann og það er búið og það gekk bara vel. Og það er beauty með podcast. Já, auðvitað. Svo kemur bara ný vika og eitthvað annað. Nei, ekki eins og ný vika, bara nýr dagur. Já, nýr þáttur. En sko, þið töluðum að þið hefði verið að starfa RÚV og fengur bara útborga fyrst eitthvað smánar, ekkert vesen. Hvernig verið þetta í að fá sponsakirinn?
Ég er ekkert hvað það er. Hvernig gengur að fá að sponsa? Já, að detta í þann gýr. Bara detta í þann gýr eftir að fara að selja sáleikar og... Já, sko, við vorum mjög stressaði fyrir þessu. Við vorum lengi vel að hugsa hvort við fáum einhvern aðila í þetta. Já. Að við kunnum þetta ekki neitt, bara lélegir í þessu. En svo byrjuðum við bara eitthvað að senda ykkur á tölvupósta og hittum líka á svona kannski fólk sem við þekkjum. Já. Þekkjum hann á Önnufríði Nóa Sirius og við erum aðeins í henni og svo svona... Já, og eldum rétt, þekktum aðeins Anna Kristu og svona, já, það byrjaði bara þannig. Já. Og svo byrjaði maður bara eitthvað að dæla einhvern tölvupóstum. Já. Þetta svona... Pældi að fara í áskrift? Við erum alveg að hugsa kannski eftir svona ár. Já. Ná aðeins upp svona áhörðu á hópnum, sko. Þannig að... En svo eru Benn og Fannar svolítið bara opnir, sko. Já. Þeir eru ekki mikið lokaðir. Já. Þeir eru alltaf í opinni dagskrá. Já. Líka skilur þú veist, þeir eru að fara á dýftinni eins og þetta er með því gæðir, skilur. Þá fólk á að þurfa að borga fyrir þenni. Kannski. Já. Ég veit ekki, sko, ef maður lokar alveg, hvað ætlum maður myndi ná mörgum inn á mánuði? 1000? 2000? Ég held að 1000 væri, það er mjög vel gert, sko, bara almennt, sko. Já, akkurat. Nei, eins og Benni sagði, maður vill einhvern veginn að allir geti bara hlustað og gripið í þetta og einhvern svona, þú veist, vera í umræðinni. Það er svo gaman. Já. Sammála. En þið eru 65 þættir inn, menna, þið ánægðu með þessu ákvörðuna, ekki? Jú, mjög bara yndislegt, sko. Það er líka bara svona búið að vera low season í svona sjónvarpsbransanum hjá okkur, akkurat núna. Bara skiptum dagskrárstjóra, villi vekk og eitthvað. Þannig að við svona, já, þetta er bara búið mjög gaman. Bara gaman að gera þetta. En sko 65 þættirinn, myndið þið segja að vera ennþá í þró? Mér finnst þetta orðin aðeins formfastari hjá okkur. Já. Er það? Já, en þetta er samt ennþá hrátt sem ég elska. Já, Tóti hérna með einn pæling sagði þetta veri hérna, þetta er svona easy listening. Já, sammála því. Já, við pæltum ekkert í því, sko. Þannig við ræðum bara eitthvað kjötbólur eða eitthvað. Já, það er alveg góður punktur, sko. Þú veist, ég hef alveg heyrt frá mörgum til dæmis sem hlusta á okkur bara. Mér finnst þið skemmtilega allt það, en þið eru svona hlaðarp sem ég get ekki verið að ryksu og hlusta á. Ég þarf eiginlega bara að setjast niður og hlusta. Af því að við erum oft bara að tala ég veit ekki, sjávarútvegsmáli eða eitthvað. Veiðigjöld. Já, versus bara að tala herðu, hérna... Eru þið mjög pólitískir, svona almennt séð, báðir tveir? Nei, hann það, sko. Ég er meira í seinni tíð. Ég fíla það. Ég kom hann að vinni þetta. Ert þú líka 27? 29. Ég var bara þú að hlusta á að taka viðtalið brúðubílinn bara week in, week out til að byrja með, sko. En þú veist, svo kom áhugin svolítið bara að því að hrærast í þessu, sko. Já, eru þið eru mikla skoðanir á öllu? Við reynum reyndar að básuna þeim ekkert, sko. Ég held að fólk, við erum alltaf búið með 240 þætti. Ég held að fólk sér alveg hvaða gesti við erum að fá. Skilur, við erum alveg hægra megin í lífinu, en við eins og til dæmis hvet alla til að taka bæði bara hlaðvarpi eina pælingu og þeirra mætti til þeirra í hlaðfréttir. Sá er að gera flotta hluti, maður. Ég var að heyra 9 græðunar að það kostaði. En hann til dæmis, hann bara básuna sínu skoðunum. Bara viljaverk, sko. Alveg, já. Og hún fannst ekki nóg að vera podcast, hann bara, ég ætla að vera með einn með podcast, þannig ég bara sjálfur að tala. En ég elska það, sko. Hugsunarmaður. Hann er það, sko. Nei, við höfum ekki mikið verið að básuna okkar pólitísku skoðunum neinstæðar, sko. En það var náttúrulega grín í hraðfréttum að Benni elskaði Bjarna Ben, sko. Já, þú Simma kall. Og ég Simma sem er svona bæði smá hægri. En er þetta ekki, sorry ekki fram fyrir þess, reynda þú gerir ekki annað en að... Nei, bara ríftu fram í þessu vilt, sko. Sko við fengum, í Iconic þætti í DS, þá fengum við Björn Brá og Hjamma saman hérna. Og þá vorum við, þetta var rétt fyrir kostningar. Og vorum að spyrja út í kostningarnar og eitthvað. Og þeir tveir ektuðu bara eins og við væri bara, vissi ekki neitt og bara eins og við væri svo, þeir eru undir, en þú veist, þá velti ég fyrir mér, þegar þú ert skemmtikraftur, ertu kannski viljandi ekki að segja skoðuna þína því þú vilt ekki að þessi geti ekki bókað þig og ég held að menn gera það smá sko. Ég fatt það eftir þetta. En sko, málið með Bjarna Ben og Sigmund Davíð, þetta er bara skólastjórar Íslands og það er langt finnast að potið þá skilur. Þú veist, það er ekki finnst að potið einhvern sem er eitthvað 7. sæti hjá Samfylkingunni, skilur. Þú ert að gera grína að stóra kallinum eða konunni, skilur. Sem var upp að því gríni. Ég hef engan leiðara inn í neitt annað. Er það að fá upp um mér hvað senast? Nei, alls ekki, en ég bara var að velta þessu fyrir mér sko, þeir voru bara hvað ég hef enga skoðun á þessu, þá velti ég bara fyrir mér mögulega er bara ekkert sniðugt að vera básuna sínu skoðunum þegar þú ert opinber persóna sko. Kannski fyrir eftir hvernig skoðanir. Við erum kannski ekki að segja hvað við kusum í síðustu forsetakosningum. En við tókum upp. Við þurfum kannski að taka viðtal við. En við tókum upp. Hvað við kusum. Já, svo hættum við það. Ákváðum að klippa út. Já. Vil ég gefa út núna? Er sniðugt að segja hvað við kusum. Nei, við elskum alla. Nei, já, við erum ekkert með einhverja svona stórar pólitíska skoðanir á hlutum, sko. Við erum svolítið bara góð with the flow.
veiðigjöldin, ég nenni ekki að hafa skoðun. Nei, það bara skynsalegt. Kannski bara kannski, ég man ekki hvað til tölunum byrja þáttar ég tala þetta bara flæði hjá okkur. Saman þó sé bara gestur, eru þið bara eitthvað mann að pæla við, skulum spyrja út í þetta, bara flæði. Já, bara flæði. Já. Og lendi aldrei bara eitthvað, hvað á ég að spyrja núna? Þá erum við tveir, þá rettum við hvort öðrum, það svolítið þannig. Og við alltaf okkur annan bara, komdu með eitthvað. Já, bara finnum það, ég held sem bara, við erum að þekkja svo lengi og kunnum vel okkur annan að þú veist, ég finn alveg að hann að dælinn spurningum, þá hann í stuði og þú veist, svo ég myndi bjargar. Ef við 4 sætum á kaffihúsi, ég held að það var ekkert bara þögn í klukkutíma. Við værum að tala um eitthvað, skilur. Það kannski svona sem að reyna að búa til. Já. Þáttur 62, okkur var hann tekinn út? Af því að það var lag í lok þáttarins sem að ég sett inn. En hann er ennþá inn á Apple, held ég. Apple já, þú getur hlustað á hann þar sko. Ég aðeins búin að skamma fanna með þetta sko. Ég get ekki verið að dælinn alls konar lögum. Ég elska tónlist. Ég er bara alltaf með tónlist gangi heima bara einhverjum 5 Sonos hátalurum og bara ég þarf að hafa noise í kringum mig. Þetta fallega óreiðan sko. Já, þannig að þess að það keyrir upp svona gýrin í mér að heyra eitthvað svona eitthvað. Hvað var þetta? Þetta var á ég að spila lagið svo þessi áttu líka. Nei, ég held sko að hann var tekin út sko þegar við spilum svo langan bút úr laginu. Ég held að þetta var Luke Combs eitthvað Beer Never Broke My Heart. Þetta er bara eitthvað Stopp. Það gerist ekkert strákar, slakið á. Nei, ég spilaði bara mínútur úr laginu skilur og þá greip örugglega einhvern svona algoritmi eitthvað lagið. Sko, þið voru að tala um að sorry, ég bara hrósaðir fannar fyrir að hérna sko tæknimanninum fannar að það er ekkert grín að stilla betta. Ég er alltaf með á taugum að vera of háru og lári eitthvað. Gera það vel. Thank you. Hann er samt einhvern veginn að betta þann á. Hættu. Hann er bara að gera þetta í símanum. Leðum að fá hrósið. Hann setur þetta í græðu. Já, en það er ekkert svona einhvern takki, skilur. Þetta er bara svona djöflast í símanum. Já, ég er flottur. Mikið í símanum. Leðum við bara að fá hrósið. Ok, þú ætlar að rósa með sér tæknina. Þeir voru að klippa og rúa og eitthvað. En svo stundum sér maður að er það viljandi að stundum þetta er ekki mynd, stundum svona byrjar ekki mynd og fara svo í mynd. Þetta er bara í þróun. Nei, við keyptum einhverja skítakamerur, eitthvað DJ keyptaði. Það er ekki skíta neitt. Jú, þetta er skítadrast, ekki köpa þetta. Nei, við vorum eitthvað með þetta út á vettvangi og ætlum alltaf að nota þetta. Þetta deyr eftir klukkutíma eða eitthvað. Svo er þetta ekki alveg nógu næs, svona krisp gæði og það ná svona close-upi af fólki og eitthvað svona. En svo reynda gleymum við líka að hlaða þetta. Það er kannski stærsta ástæðan. Það er langstæst ástæðan. Við bara gleymum að hlaða þetta. En að því að við erum ekki að dæla þess út á TikTok og svona. Ætli ekki að fara að byrja á því að? Já, svona. Jú, við eigum ekki fínan TikTok-reikninga? Jú, hann er mjög fín. Svo eigum við fínan Facebook, en ekki Instagram, ekki lengur. Það er búið, það dó. Ég er nefnilega, hef heyrt að ekki það að þetta sé okkar þáttur, þetta er ykkar þáttur, strákar, en ég held að klippurnar svínvirki sko. Af því að ég held að það er þetta að ná fólki sem að var annars aldrei að fara að hlusta á þau sko. Nei. Ég trúi svo mikið sko á bara svona word to mouth. Þetta er svo lítið land, þú veist, eitthvað, þú veist, ef maður er bara nógu konsistent í einhverju að þá muna held ég bara dreifast eðlilega út, held ég. Kannski er það bara þvæli mér sko. Nei, við ætlum kannski að prófa þetta, sjá hvað gerist, hvort það píki eitthvað. Ég held að við alltaf gera það sko. Kannski einn frá mér ætli að í byrjun þá voru þetta að fara til fólks fara á skrifstofuna þeirra og eitthvað, núna eru komin í stúdíóið er planið að vera eitt þáttar sem eru 2 í viku, eitt þáttar sem eru gestur í stúdíónu, eða hættið að ferða á flakki sko, það finnst þetta svolítið óriða Excel-skjalið er bara ég er útstrykkur, ég er bara ákvæðið sig sko, vill þú byrja? Nei, ég veit ekki svarið því að þetta er svo miklu óriðu Nei, við töluðum alveg að vera með eitthvað svona koncept að á mánudögum að þá eitthvað svona förum við eitthvað við félagarnir, eitthvað, við erum að tala saman á kannski kaffihúsi, í mynd, bla 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 á miðvikudögum er eitthvað svona viðtal eins og hér núna inn í stúdíói, Sigmundur Davíð mættur og á föstudögum þá förum við kannski og heimsækjum strákana í Chess at the Dark eða eitthvað svona þannig að það er eitthvað smá consistency í þessu og alltaf í mynd og það er alveg svona planið þegar eitthvað framleiða stundir en svo bara erum við í mörgu öðru með þessu og eigum 6 börn og eitthvað og þetta er allt djöfis afsakanir en já, það er planið Ég vill allavega að þið haldið áfram þið með ekki, það gengur vel hjá Við erum mjög þrjóskir báðir Við hættum aldrei sko Við stundum verið sko á föstudögum að taka svona frétt í vikuna sko en mammans fannast var ekki að fíla það
Mamma er ekkert Þú sagði það og það var bara eins og að ég ætti að hætta því. Nei, ég ætti að hætta þér í því. Mamma sagði það var eitthvað sem mamma fannst ekkert skemmtilegt. Nei, ég held bara, þú veist, ég held samt sko að hún hefði bara verið að meina að hún fíla meira bara svona flæði í spjalli sem þarf bara að vera ekkert endur neitt sko. Svo allt henni bara eitthvað, eru fréttivikunar trublar hann eitthvað. Já, fréttivikunar. Ég hef reyndar oft pælt í þessu sko, við erum nýbyrjar á því að vera meira current, skilur upp í gamla dag, við erum búin að vera í 15 ár, þá reyndu að hafa þannig að þú gast hlusta á þátt 10 ára gamla þátt og myndir ekki átta á því að hann væri 10 ára gamall sko, en svo núna erum við að taka fréttivikunar og því ég held að fólk vilji átta sig á tíðarandana þegar þátturinn er tekin upp sko, eða það er mín upplifun. Já, ég hugsa allavega sem svona podcast notandi, ég er ekki að fara mikið aftur í tíman. Nei, það er turn off, þegar þú heyrir þeir að tala um eitthvað Já, ég held að við Benni sem að í COVID eitthvað að vera að tala um það eitthvað, nei, algjörlega off kannski svo, þú veit að kynnast podcasti femmar aftur, einhversa viðmöldu sem að fílar en svo tölum við líka að við þurfum að vera meira svona frétta, þetta er náttúrulega hlaðfréttir en þú veist, vitum ekki hvað ætlum að gera í því nei, þetta er nú aðalega bara svona podcasta sem eru 2 vinir að spjalla og stundu við fólk. Já. En þetta var, sko, þátturinn þeirra í gær var svona 40 mínútur sko, það leið í alvörinu eins og svona 2 mínútur. Ég tók þetta í vinnunni, sko. Ég veit gott að heyra það. Já, það er mjög jákvæmt. Ég hata hann þátt, sko. Þetta fer í sálatetrið, sko. Nei, við getum ekki gefið þetta út. Jesús Kristur. Já, það er bara á það til að gera það. Já. Sko, fáið þið ekki svona ónóta tilfinningu þegar að COVID breiði fyrir í þáttum? Já. Bara gríma það. Já, þetta stuði mig. Þetta er smá tryggum beina að hlusta á glaðasta hund í heimi. Já, COVID lék okkur Benna mjög vel sko. Það var aldrei meira að gera í TV world en þegar var COVID sko. Já, reyndar. Það voru bara í mörgum seríum og bara, veist, ég bara valla mann eftir COVID því maður var að vinna svo mikið og einhvern veginn alveg börn og eitthvað. Við gerum sápun á stöð 2 í COVID, það var bara svona crazy dæmi. Sáuðu þið það? Nei. Núna ætti ég að ljúga og segja já, en ég sko, sápan á stöð 2 sín, hét á stöð 2 gæti orðið svona köld svona, hvað segir maður, svona já, ég hvet fólk til að tjekka á því. Er þetta ríkið? Ég var að stöð sem að sildu undir radarina? Nei, þetta er meira nýsinn það sko. Þetta er þetta hérna. Kannist það eitthvað af pósturinn eða? Þetta er Jón Sörgur, Katla Margrét og Aron Móla. Nú tek ég, já. Nei, tjekkið á þessu, sápan á stöð 2 sko. Já. Hún er inn á vottinu. Já, þannig það var mikil vinna. Svo vorum við að gera þetta sem við framkoma fyrir stöð 2 líka. Já, ég sá það. Það voru mikið að ferast heiminn, einhvern veginn í COVID og eitthvað. Það var þetta vesen að því að náttúrulega við vorum að klára seríu, framkomuseríu og svo bara COVID. Og þá var ekkert engar framkomur í gangi. Nei. Þannig að við einhvern veginn enduðu bara á því að grípa einhvern hestagaur sem heitir Konráð og fórum með honum bara eitthvað einhver hestasýningu eða eitthvað, keppni og lentur reyndar í bílslýsi eða þú? Já, ég lenti í hörðu bílslýsi í þeirri ferð sko. Þið vissið það ekki, þið er ekki búin að undirbúka það mikið. Nei, talið saman, ég ætla að finna vídeóið því ég lenti í þessu slýsi. Segðu bara frá Safran. Það var til á upptöku sko. Nýtum tækifærið og minnist aðeins á Safran. Já, gerir það. Ég heyri það á slæmur íslensku í gegnum Lárviðarlaufið að meistaraflokkur Blika, hann geði sér alltaf á Safran á leikdegi, fara saman og gera svona smá dagurs og Birkir, það er nú kannski eitthvað sem við ættum að taka upp. Já, það er góð orka inn á Safran. Taka Safran saman á leikdegi eða á podcastdegi. Það er líka rétt hjá okkur. Og svo minnum við þetta á kóðan góða sem er CAD10, K10, 10% afsláttur og margir bara í appinu. Já, margir hugsa kannski, það er nú ekki mikill afsláttur. Nei. En á móti sig, það er nú ekki mikil framleið heldur. Nei. Á þessu mat. Þetta eru gæði og gæði kosta, þó ekki meira en raun ber vitni. Og Safran bara alla daga klukkan 11. Hvernig maður allir þess að kíkja þá fann mér sýnist þú vera klár. Ég vorum á Safran í gær. Voruð þar? Já. Takk að síma nær þér og ítt á play. Þetta nær mikrofónum, þannig að fólk heyri. Fólk verður að sjá líka. Sett í kameru. Já, bara eitthvað, who cares maður. Bara við fílaðum þér. Fyrir okkur og já, okay, snillingur á grillinu og svo farið bara í sleik og svo er málið búið. Það var þetta bara dögt, þá var þetta bara komið. Ég var hann af því. Þetta er skegg. Nei, þetta er alvöru. Bara gerist í alvörunni. Það er bara alvöru kamera, þetta er bara viðtalsáttur. Við erum á Selfossi með hestakerru. Bara bíllinn ónýtur og allt í rugli bara upp á spítala og morfín í æð og bara.
Ívar, hann var blóðugur hann að tökumæðurinn. hann var bara alblóður, hann bara með reddkameru bara fram í og bara fekk hann bara beint í andlitið og ég var eitthvað, svo bara dottin í sleik og svo bara vanlega dött og bara sprakk bílinn, bara hvað gerðist? Vá, þetta var alvöru. Það bara keyrið einhver strákur inn í okkur nýbúin að fá bílpróf og við bara komum út í bílum allir alblóðir, eitthvað drepast og hann hágrátandi, þannig við vorum að faðum hann allir blóðir, þetta var góð sena sko. Þannig að ég keyrði það upp á spítala, ég var í bílum fyrir aftan blessunarlega og kláraði, hann fór að keppa á hestbaki sem maður bara eftir þetta slys, bara ég skilði það ekki. En fann að fór upp á slys svo? Já, allt krúið bara, nema ég fór á eldan með einhverja kameru og kláraði þáttinn. Þannig að Sjómannskóan, það er bara þannig, annars hefði þetta ekki verið sería. Þurstum hestastrákin. Já, það var eina sem var í gangi. Já, það var bara eina íþróttin að framkoma. Sorry fannar, ég verða að fara. Já, það var bara þannig sko. Sjöstrand, Sjöstrand mennirnir, góðu. Sjöstrand. Já, það þetta fyrst og fremst fjölskyldufyrirtæki. Eins og ég hef haft orð á áður, þá myndir þú halda að þetta væri einhver rísi. Þetta þetta virkilega fáaða vélar, fallegar og hilkin og kaffi sjálf náttúrulega. Wow. Bara fáránlegt. En það sem þessi kaffirísar vil ekki tala um. Það sem, sko... Fíllinn í herbygginu? Já, fíllinn í herbygginu. Það sem verið að reyna að þakka niður að kaffihylki í dag, þessi álkaffihylki, þau ekki endurvinnuleg. Nei, þetta svona eins óumhverfisvænt og það gerist. Það þarf að flokka þau sér, þau skila sér auðvitað aldrei í úrvinnslustöð. En Sjöstrand auðvitað með hylki úr náttúrulegum efnum og það sem að gera núna, þetta bara þetta ekki komið á koppin en þetta kemur við það. Júlí. Já, þetta að dettin að það ákveðin efni sem að verða til við framleiðslu á kaffi og það verið að nýta þau efni sem verða affall af kaffiristunarferlinu í það að búa til ný hylki. Þannig að þú veist að drekka kaffi úr kaffihylki sem gert úr kaffi. Sjöstrand auðvitað bara geggjaðir 15% afsláttur með kóðanum CAT CAD svo auðvitað gera þér við kaffivélina Já, eins og við fengum að heyra fallega sögu sem við fengum í dag. Já, það var eitt sem að ég held að hann væri með ólita kaffivél en Sjöstrand auðvitað leggur gríðarlega upp úr því að endurnýta og sjálfbærni. Já, og þetta líka ekki þannig að þú kaupir kaffivél hjá þeim og svo er það bara að segja nara. Nei. Það bara ef það eitthvað vesen þá græða það. Já, bara mætir með hann og græða fyrir vektgjald. Sko, ég er með eitt bara saffran var með móla að því að ég kom með djóki á hann að þeir eigi Instagram að því að málið að þeir voru með 20k á gramminu en svo gerist hvað? Svo bað Instagram mig að segja aldurinn eins og gerist stundum. Já. Og ég sagði náttúrulega bara að hraðfréttir væru fættar 2012 og þá bara lockdown. 20k það var ekki meiri fyrirvar en það Jú, svo var mánuður við bara pældum ekkert í því ég held að vera bara búið þetta er bara mistök sko og afturkræft en við erum með fullt af fólki á Facebook en það er einhvern veginn ekki alveg eins. Nei, það er gamli skólinn sko. En þarf maður að vera á Instagram eða? Já, það þarf. Já, það þarf. Líka núna þurfum við að byrja bara með nýjan account. Það er hræðilegt sko. Já, þá þarf maður að vera með eitthvað svona leiki eða eitthvað til að trekkja fólkin eða þessar klippur eða eitthvað. Við erum svona, við eigum með hann account, sjáum hvað gerist. Já, sjáum til hvað maður gerir. Þegar maður fá einhvern mann í þetta. Já. Ég meina, Uddi fór bara með Sveppa á djammið bara eitt kvöld og bara postaði eitthvað lækið Sveppa og hann fór upp í 15k á 3 tímum eða eitthvað. Já. Þessi menn hafa ótrúlegt þeir eru með völd við þurfum bara að fara á djammið með þetta og eitthvað. Það er ekki flókið. Þetta er alveg hægt, Benni. Þetta er alveg hægt. Já. Eldsnögt Orku náttúrunnar. Ég vil vera sponsaði með þér. Já. Og við slætum inn. Þið takk í byrjun. Æli með slætin. Slæta. En maður á nú ekki að vera að segja frá tryggsónu sínum. Nei, en ég ætla samt að segja þetta er bara mitt okkar. Já, þetta er samtal. Nei, þú veist, við erum að opna okkur hérna. Maður er öfundar alveg af því að hafa þetta algjörlega óhindrað. Því að, þú veist, við erum bundnir ákveðinu formi eins og núna að færa okkur milli umræða en auðvitað höfum við gaman að því að tala Orku náttúrunnar, það er nú fátt skemmtilegra. Besta orkan. En það væri helviti erfitt af því að þeir eru bara í flæði alla þáttinn að fá að slæti sponsor, það væri eiginlega, það væri kaos. Fyrir þeirra formát, bara mjög erfitt. En Orka náttúrunnar, örfá sæti laus, síðasti séns til að skrá sig í jarðvarmahlaup og enn. Ég skráður.
mikilvæg tímamót á Hellisheiði einnig, Hellisheiðarvirkjun og en nálgast kolefnishlutleysi með opnun loftrensistöðar Steingerðar. Nú verður nánast öll losun koltvísýrings og H2S sem að ég fylgdist ekki nóg vel með efnafræðinni á sínum tíma, föngu og bundin í varanlegu bergi með Carbfix-tækninni og fyrir þá sem að vilja vita meira þá þetta allt inn á orkunaturunar.is. Rétt. Já. Beint þangað. Já, beint þangað. Beint að lifa. Eftir þáttinn. Sko, nú erum við búin að ræða, skal ég segja ykkur sápuna á framkomu. Við ætlum að færa okkur í alheimsströmmin. Já. Það boðið ON. Það boðið hvað? Orkunaturunar. Að tala hann. Já. Þeir færa okkur umræðina. Það færa okkur umræðina. Ok. Dagskrálið. Við hefum ekki getað rætt þetta ef þeir voru ekki að styrkja þetta. Já, ég skil. Þeir gerum við klift að ræða þetta. En við viljum ekki tala það. Þannig að farið næsta leið. Hver er næsti spons? Sko, nei, það kannski ekki á allra manna vitorði að þið eru í raun og veru mennirnir á bak við drauminn. Heilna minnstakosti. Já, kannski full mikið sagt. Við fórum út náttúrulega sem svona, leikstjórar og tökumenn og stóðum okkur bara býsna vel, það ekki var það? Jú. En Atlavík var að framleiða þetta, svo það sé sagt. Já. Þú kom seint inn í þetta því að Hugi Halldórs þurfti að droppa út, hann átti að fara með hinu liðinu, hann droppaði út, þannig að þú var bara, það var 3 daga fyrirvari á þig. Ég var nú alveg mánuð, ég var búin að vera í þessi mánuð bara að pæla og framleiða leggina og svona. Já, ég fór með strákunum í asíska drauminn 2016 og var svo að fara með þeim í Suður-Ameríska en þá eignaðist ég barn og valdi helvits barnið fram við drauminn. Já, setið í dag. Já, ég smá. Elskar þig? Já, elskar þig. Nei, hann við fórum með draum en hann var bara frábær og bara gaman. Bara mikið álag. Þeir að sára næsta umræða? Nei, sko, Benni er náttúrulega með Sveppa og Pétri og Fanna með Ydda og Steinda, sko, milli okkar, hver dróst upp á stráðið hana? Fyrir eftir einhvern veginn lítur á það, ég hef verið með hinum áður, sko. Fyrst þú að velja, Benni, þú varst undan? Nei, Hugi var bara settur á, hann var alltaf með Ydda og Steinda, þannig að, nei, ég fekk ekki að velja, þetta var bara Sveppa og Pétur og stuttastráðið, jú, sko, ég vil meina svona upplifun mín hafi verið alveg trillt, bara að vera þarna í Afríku, ég fer aldrei þarna aftur. Já, þegar þú sást til dæmis löndin sem að Ydda og Steindi fór í, varstu ánægður að fara með þeim? Sveppa Pétur, já, svona bara, ég langaði fyrst ég var að fara að gera þetta, að gera þetta einhverju alvöru, ekki bara að fara eitthvað til Boston eða hvað sem það var sem þeir gerðu, sko. Þú veist, það var Boston-legt þarna oft á tíðum. Þannig að þú veist að fara til Eþíópíu og Sambíu og þetta er bara algjört kjaftaði, sko. Þannig að maður vaknaði einhvern veginn alla daga bara hvað er að fara að gerast einn dag, sko. Já, sko, við spurðum alltaf, við vorum með Steinda og Sveppa í Iconic, þetta er lang mest hlustaða þáttur nokkar efur áður en að þessi kemur út. Sko, við vorum að spyrja á bara hversu mikil keisla er í þessum ferðum? Þú veist, ég meina, hvað er vinnudagur langur? Vinnudag, maður er bara í vinnunni rauninni allan daginn, sko. Það fyrir rosa langur tími í að keyra. Já, þetta er mikil ferðalög, sko. Eins og við fórum til Ástralíu, sko. Þú bara hinum inn á hnettinum, skiljum. Við sváfum ekki bara í 2 vikur eða eitthvað. Ég og Steindi vorum bara, það þarf eitthvað að leggja okkur inn, sko. Við erum ekki búin að sofa í 10 daga. Við þurfum að fara að sofa. Þetta er ekki hægt. Það er svo áhrifagjarnir, bara ég get ekki sofið og þá var það bara komið inn í hausinu á þér. Já, við erum kannski líkir með það að gera. En já, svo bara vakna maður daginn á mótnana og bara fer út og er með kamerun á lofti og er með hérna stígin eitthvað fram að sig, að finna eitthvað sniðut og eitthvað svona lappar og svo kannski næsta dag er eitthvað svona challenge, eitthvað tegjustökk eða bungee kjaftaði eða eitthvað dót og þá tekur það mjög langan tíma að komast þangað og maður næri stig á leiðinni og Það var allir með heil dag sem fór í að fara í þetta bungee jump sem Sveppi gugnaði síðan á. Og Pétur náttúrulega gugnaði bara strax. Já, bara vissum það alveg að það væri ekkert að fara að gerast. Það var bara svona, til hvers að vera að setja hann í þessi beisli hérna. Það var ótrú. Hann var alltaf kominn, sko. Hann var ekki kominn upp stiga. Nei, og hann var ekki að djóka. Ég hélt bara eitthvað svona, Pétur, það er nú gaman að fá þig með allavega út á brúna. En hann bara eitthvað, ég get þetta. Og ég bara, ok, þetta er svona mikið vandamál hjá kallinum, sko. Af því hann er ekkert eitthvað hræddur í flugvél eða þetta er mjög skrítin loftræðsla, sko. Þetta er svona... Svo gott atriði hjá þegar Sveppi þurfti að stoppa í bílnum hana. Og skýta? Já, það er bara, það var alltaf með í maganum, elsku kallinn. Það fann alltaf í taugarnar á Sveppa þegar allir eru veikir. Hún finnst bara að vera veikur er bara asnalegt.
en svo var hann veikur en þú veist, hann samt sýndi það aldrei, hann var alltaf að drepast í maganum en talaði aldrei það, ég ber virðingu fyrir því mjög vel gert, en svo var bara komið tími það sem við vorum búin að borða geitakjöt ég veit ekki hvað lengi að auðvitað kannski fer það ekki alltaf vel í magan á öllum. Nei. En það gera fyrir mig, ég velsteikt geitakjöt, það var alveg bara fínt ekkert piprað, ekkert saltað. Sérstaklega kannski þegar þið fáðu að slátra þið sjálf og baða já, tala ekki það var æðislegt Hvað svona, ef við byrja þér Fannar hvaða land, dagur stóð upp úr? Ég myndi segja að það veri Queenstown í Nýja-Sjálandi. Nýja-Sjálandi geggjað land sko. Þetta er svona fjöll og ferskt loft og þetta er samt heitt og þessi bær bara einhver svona snjóbretta skíða paradís bara brjálæðislega bara, fallegu bær og þegar við komum að það var svo gott viður og við nefndum ekki að vinna. Nei. Daginn eftir var rigning og við eitthvað dammit maður. Þannig að allt sem sáuð úr þeim þætti tekið deginum eftir að við komum og þá ekki gott viður. Þannig að ekki alveg freistandi að ef ég væri þeir, þá myndi ég enda bara einhverju dagdrykju og myndi ekki, þau ekki að taka eitthvað upp þetta ekki smá þannig? Nei, við erum allir það metnaði fullir fyrir því sem við gerum að maður er alltaf að pæla og reyna að gera eitthvað gott. Myndu svo sem fá það í höfuðið sko? Já, og svo hvert stopp svo stutt skilur og það ná miklu efni úr kannski 3 til 5 daga stoppið eða eitthvað. Það var kannski, Benni, hvað segir þú? 1 dagur? 1 dagur? Eða land? Já, ég held bara svona Zambía Nei, Zambía, ég gæti ekki Zambíu Eþjópía, þú veist, í ættbálknum það voru 3 dagar Voru 3 dagar með ættbálknum? Já, 3 nætur, já Þú veist þetta, ég veit Ég er að það fyrskipti núna Já, ok, þú veist, það tekur rosa langa tíma að fara þangað Fyrstalega flugu frá Zambíu til Eþjópíu og það svo þarf að fljúga til eitthvað bla 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 eitthvað innanlandsflug eða ekki? Jú, heldur betur það var nú uggur í okkar manni þá sko. Og svo keyra á einhverjum jeppa í 4 klukkutíma og svo mættir á staðinn og þá tekum við eitthvað sem þú veist ekkert hvað þú veist, áskorunin var að ganga í ættbálk og við vissum ekkert hvað það var. Nei. Og það var enginn sem sagði okkur það fengum bara eitthvað svona info, það er eitthvað sem með geitina að skýra hann eitthvað og bla 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 alls konar eitthvað info, en svo bara fóru þetta í gegnum 3 daga, af því að þú veist, þetta fólk bara að gera eitthvað og þú droppa bara inn í það sem það að gera það ekkert verið að plana eitthvað fyrir þig þau eru bara með þessa geit og það bara gerst þarna og það bara kannski klukkutíma fyrirvara því og svo þarf að fara þarna einhverja á og baða einhvern mann og þú veist þetta eru bara aðstæður sem að þú skilur ekki þú veist, bara í hvað er komin en það svo skemmtilegt og það var svo gaman og þessna svo þakkláttur að fengi einmitt þessu Afríkulönd. Þetta bara mun aldrei gerast aftur. Nei. Það hefur verið sturlu upplifun. Já, bara þú veist, bara það þeir náttúrulega frábærir Sveppi og Pétur, eins og þeir voru að baða mannin sko í ánni, þú veist, þetta er orðið svo skrítið að maður hættur að hlæja. En sko málið að það var líka heila eðlilegt hliðin á því þegar að Öddi og Steindi að það var eiginlega óþægilegt. Það var miklu óþægilegt. Já, það var ekki. Varst þú inn í herbygginu þá? Já, ég var alltaf með þeim. Það var skrítið. Já. Sko, en það er eiginlega bara ótrúlega sem ég heyrt að það hef ekki verið bara selar undir borðið og þetta var raunveruleg maður sem raunverulega var til í þetta og svo fenguðu ykkur bara kalda eftir á. Já. Hann var bara hress þessi maður til í þetta. Láta baða sig. Já. Fólk til í alls konar maður. Já. Það er bara Öddi laug reyndar eitthvað á honum held ég. Ég held hann að tala sagt eitthvað að við myndum vinna leikin ef þú kemur og við leiðum og off-seldónum hugmyndina, hann var mjög hress. Já, stundu þarf náttúrulega kannski að segja þú veist, we are getting some points for doing that og þá færðu það stundum þarf að segja en mjög sjaldan how many points are you getting boys? Það var líka oft Nei, líka Fannar hlýtur að sko, tala að draga stuttastráðið meina hóteli sem þú varst á, Benni til dæmis þarna ég maður ekki í hvaða Afríkulandi það var í Eþjópíu, það var í norður Eþjópíu, svo ættbálkurinn í suður þannig að þú veist, og þarna örugglega 5 klukkutímar á milli eða eitthvað já, það var mjög erfið upplifun það var bara standardinn á hótelum hana ekki góður líka í ljósi þess að fixerinn okkar, hann var bara búinn að panta þetta fína hótel og bara helvíti ánað með þetta maður sem hef aldrei farið í keilu og 40 ára ég var bara, aldrei farið í keilu það keilusalur skiptir ekki máli en hann hann bókaði annað hótel en það var fullt af einhvern diplómötum svo sá ég hvað hótel það var alveg jafnslemt, það var hræðilegt en þetta, það var bara svona
SMS bara, strákar, nú þurfum við að taka fund, við getum ekki gistið það bara þannig og þá vorum við held ég búnir að gista í ættbálknum og maður svona, já, það var svona ættbálku stemning, maður skilu það en það var samtalið svona smá fancy þannig séð en þetta var bara ógeðslegt, bara mikla og bara Það var það bara local fixer eða? Já, lokal ethiopískur fixer, já. Sem við reyndar sko fengum svolítið seint að því að það var einhver annar fixer sem að beilaði á okkur einhverjum ástæðum. Þannig að þessi kom seint inn og hafði ekki mikla reynslu í nákvæmlega þessari kvikmyndagerð. Einhver leikari og var meira búinn að leika einhver áhugamannaleikhúsi í Addis Ababa. Hann var frábær, ég segi það ekki, hann rettaði þessu öllu einhvern veginn á endanum sko. Ég spyr ekki Fannar, ég verð að spyrja þig, varstu eitthvað tímann reddur eða? Þarna, smá, að því þú ert bara, þú veist eitthvað þú ert. Líka þarna bílaadrið þarna, var það ekki eitthvað? Jú, það, sko, ég var einhvern veginn ekki alveg nú tökumárun okkar var skítrættur og keypti sér piparúða og strákarnir voru líka alveg svona skelkaðir yfir þessu, en það var í Suður-Afríku þegar við förum inn í bæ sem einhverjum topplista yfir hættulegustu bæ í heimi og Cape Town heldur hættuleg þannig að við vissum það alveg, við vorum ekkert eitthvað mikið að væplast þar. Voruð með verði með eitthvað eða? Nei, það kom til tals fixerinn ræddi það og þess að þetta kaupa löggu fara inn á löggustu og kaupa 2 löggur undir borðið en svo ákveðu það á endanum að því að þetta er einhver svona barón sem var hann myndi ekki fíla það hann myndi ekki taka þátt í atriðinu og myndi vera meira vesen þannig að ákveðan bara að fara á svona tröstinu og hann sagðist að redda einhverjum vinnu sínum sem voru í vestum til að passa að fólki færi ekki að okkur eitthvað bla sem voru náttúrulega bara einhverjum úlingar þegar við komum að það og hefðu ekkert um þetta að segja Vildu ekki múta löggu þegar vildu þóknast barónum sem var að stjórna það var eiginlega þú ert komin líka í þannig aðstæður að þú veist, hann stökka ekki í þessu tegistökki og það er bara áskorun ekki staðist og bara, heyrðu, ok, við þurfum að gera þetta er bara, hvað ætlum við að gera hérna í Suður-Afríku komið þið með eitthvað annað þá þarf bara að gera hlutina og ógeðslega óþægilegt þurfa að gera það en gera það bara Hversu pirrandi er líka, ok, Svepp, þú ert að ferðast þarna í 3-4 tíma og svo þú kemst að því að hvorki, og vissir að Pétur var ekki að fara eða öllum þessu tíma stilla öllu upp og svo bara beila Ég veit að það var ekkit eðlilega pirrandi og þú veist, ég er samt bara ekki þannig að ég geti eitthvað drullaði við Sveppa það er mikil Heldur að þú hefði gert það? Stokkið hana? Já, ég held það Já, hef ég mikið borgað á Sveppi fyrir dömum þú veist, já, ég veit það ekki samt. Ég er skítrættu við svona Hann hefur sjálfur hoppað áður í tegistökki hann kom hann gerði það hérna á Hafnabakkanum þegar hann var 25 ára eða eitthvað sko. Já, framan hardrock eða eitthvað En ég var pirraður en svo segi ég til dæmis ef að Auddi hefði verið þarna þá hefði hann örugglega stokkið Auddi hefði einhvern veginn talað hann inn og bara rifist við hann og eitthvað Já, Pétur var ekkert mjög peppandi sko. bara alveg sama bara helst ekki stökkva Sveppi minn sko. En svo fór hann í tegistökk, nei hérna fallegastök Já, hann gerði það Já, það var það var alveg smá barningu líka að ná honum í það Já, en það var Auddi það tekur Auddi keppið sko. Nú þurfti að gera eitthvað, þú tókst ekki tegistökki Ég hef búin að sjá það allt fyrir mig Ég hef búin að sjá fyrir mig bara see you later baby og hoppa þetta er bara trailerefni en nei, og ferðin heim var svolítið ég var þögull á leiðin heim, við ekki það Sko, Fannar, nú bjó ég í Ástralíu og ég sá ekki, í 1 ár og ég sá ekki eina köngulóða og þess að spyrja, var köngulóðatrið staged? Sko, ég var í Ástralíu í 6 vikur og ég sá köngulókar degi, sko, þannig að ég veit ekki hvar þú varst, sko Ég vaknaði eins og því ég var í bakbókaferðalagi í Ástralíu bara með svona, ég held að vinur mínu var svona að koma við mig, þá var það bara svona okkur hlussu könguló Þannig að, nú spyr ég, hvar varst þú? Ég var í Sydney Já, varst í Sydney Bara downtown Sydney Já, come on maður Ég var að ferða saman Brisbane og upp East Coast og endaði í Cairns og eitthvað svona Nei, það var ekki söðsett, sko Þetta var ekkert eðlilega gott atriði, sko Já, en sko, þessi könguló, þessi típa heitir Huntsman og hún er mjög algeng inn á heimilum hjá Ástralum Já, ok Þannig þegar við fórum í liftuna og vorum ekki, oh my god, the spider þá var einhver kona hliðin á okkur eða kona stelpa, hún var svona 17 ára og bara hlóun á okkur það var bara mjög vön þessu Já Það eru bara inn á heimilum og fólk vill hafa þær inn á heimilum að það er geta aðrar pöttur og aðrar köngulegar skilur og einhver sagði okkur svo löngu setna ef hún býti þessu könguló það er bara að vera klippin skilur það er ekkert hættur en við vissum það ekkert skilur það er bara hlussu könguló inn í bokkin sturtunni og það er allt í rugli þannig að eðla voru menn hræddir
En sko, kameran on Atlanta eins og við talum, bara, þeir eru eiginlega vinna 24/7, mér langar að spyrja ykkur sko, þeir eru örugglega með endalausta efni til að vinna með þeir eru komið heim, ekki helvíti erfitt að kvarta þetta niður í hvað er þetta, hálftíma þáttur eða hvað sem það Jú, en það er búið sami klipparinn á öllum draumunum frá byrjun, Fannar Skeving sem var með mér úti þannig að hann heldur vanur að klippa þetta þannig að hann er ekki að setja gott fordæmi svona inn í klippara bransan hvað hann er fljótur að vinna úr þessu en hann er bara með þetta í puttunum skilur búin að vinna með þessum mönnum í 15-20 ára eða eitthvað En það lítur að einfalda lífið eitthvað helling að vinna með svona snillingum sem að þefa uppi finna sketsa og eitthvað skemmtilegt konsept eða eitthvað Já, það er ekki eitthvað er ekki leikstjórn í rauninni þetta er meira svona bara pakka þessu inn í einhvern svona ramma og framleiði þetta, bara íti svo áfram ég meina það var ekki sem að Sveppa segja eitthvað sko Nei, Sveppa eftir fyndin Já, hann bara segja það sem hann vill og bara upp og áfram sko Bara til að slúta draumnum, mér langar að spyrja ykkur við spyrjum líka Stenda á Sveppa þessu hvað voru þið lengi að jafna ykkur þegar þið komið heim og mynduð þið gera þetta aftur? Ég myndi alltaf gera þetta aftur klálega, þetta er bara það mikið ævintýri Vist, ég var í fílu þegar ég egnaði spadnana og þurfti að sleppa drömnum ok, alveg núna þannig að alltaf fara aftur jafn okkur ég held jafn marga dag og maður var kannski úti Í alvörinu? Já, bara mánuð? Þá meina ég bara svona ná úr sér ég saknaði líka bara svo auðvitað á Steinda og Fannars eftir ég kom heim sko. Þú veist hvað ég verð attached fólki þannig ég og auðvitað vorum bara að fara í pílu og hittast eftir það og ég get ekki hægt að með ykkur mér finnst það miklu erfiðara heldur en eitthvað ég þreyttur og er bara með sömu mönnum bara í 34 daga bara í bjór og gaman og taka upp sjónvarp og svo bara heim þannig að teku við smá svona reality Og verður engin kapinfíver í hópunum með bara nú verður til að vera bara heim með fjölunni Jú, það koma svona tímar bara eins og á hótelinu ógeðis hótelinu, þá langaði mig ekkert að vera bara alls ekki, bara nú vil ég fara heim Þetta mannst hvað onni rugglegar á leiðinni heim ég og þú ötti, þá voru eitthvað mér langar ekki heim, mér langar ekki meira þá maður komin yfir kapinfíverið og aftur niður ykkur dal og svo aftur okkar ef ekki bara gera meiri draum tökum bara upp aðra serju bara maður er einhver svona sóni sko Ég eftir að trappa mig niður í bjórdrykkjunni sko. Já, þú veist, ég hef ekki drukkið bjór á hverjum degi í 30 daga áður sko. Nei, það rýfur í sko. Við mættum líka allir heim svona 6-10 kílóum þingri Steindi var 9-5-7 kíló sem mér finnið ég var 106 BDSM-atrið, var þetta ekki snemma í seríunni? Það var ekki Ástralía það var snemma, minni mig að hjá ykkur sko. Tildulega snemma, já flottur það sko það er samt eitt finnast aðrið sem ég sé þá spyr ég bara eins og Benni er að tala um á hana bara, já, eðlilegt er að baða hennar manni ertu bara, þú ert á kamerinu eða þú ert BDSM, lætur bara eins og allt sé eðlilegt og svona áttu bara að vera já er þetta að halda feysi? Nei, ég sko maður er búin að vinna í sjónvarpi í 15 árið eitthvað maður er svo vanur, þetta snýst ekkert hvað er fyndið, þetta er meira bara svona við erum eitthvað mission, við erum að koma inn í einhverja aðstæður það er búin að bóka þetta, við erum að gera eitthvað þannig er allir svona tánum bara að ná inn efninu, fyrir eitthvað nú fyrir að hlæja en svo reyndar misti andlitið og fór að hlæja þegar var ekki Öddi sem var að slá í blöðruna í Óskar og Steind og þá bara svona að mistja en ég hef aldrei samt hlegið mikið og þegar Pétur Jóhann var með sverð í asíska drömmnum og ég var á kamerunni og hann var að slá mig svona bambus það er bara að finna sem ég séð í lífinu það er bara eitthvað svona að vera á staðinu við vorum þreyttir, illa sofnir einhvern veginn og Pétur Jón einhverjum samúræ galla og átt að slá mig einhvern bambus sem satt og hann gat og svo gataði ekki neitt og þá bara á dójulátri eða þegar í sama draum þegar Sveppi var í einhver svona confession booth og gaurinn presturinn var að tala um að hann var svo feitur og ætti bara að skilja og þá misti ég andlið og bara rétti lúla kameruna bara ég get ekki verið sko, það finna sem ég séð sko Nei, þú orðið svolítið súr sko, yfir einhverju svona gríni þú veist eins og bara, þú vilt bara láta hlutina ganga upp þú veist eins og bara að þegar Pétur Jóhann er rétt sveðja og hann á að fara að myrða þetta lamb skiluru, ég er svona, af hverju ekki til ég bara, þú veist Já, gerða það og svo andur restina þegar Villi fyrir eitthvað ljónabúr og ég vildi skila hann eftir ljónabúrinu en þú veist, þið verður að hafa einhvern vörð inn í ljónabúrinu og mér fannst þetta svo asnalegt, það er ekkert atriðið að það er einhver vörður inni með honum og ég var bara svona orðin eitthvað keksrugglað og svo voru bara strákandir þeir
eitthvað að þér? Hann ekkert að fara að vera inn í ljónapuri Sér þetta ljón hérna? Stíktu hendur í kjaftur og verðum að smá tífi hérna. Já, en það líka svona, þú veist, í Dubai þetta var erfið, þú veist, það var svona 40 steg hiti, þetta var rosalega svona erfiðar tökur erfið ferðalög og hjá okkar liði þá gekk svona ýmislegt ekki nóg mikið upp þannig að þau komum í þetta ljónaatrið þá var ég orðinn mökkpirraður og vildi fá eitthvað gott efni inn þannig að, þú veist, já, en bara gott að Villi var ekki einn í þessu búri, svona eftir áhyggja Líka hrós á handritsvönda fyrir að fá Villa og Gilsarna þinn mér finnst að gera heldur mikið fyrir seríuna sko. Já, það er skemmtilegt fyrst Lífgæði líka bara upp á hópin Já. Allir búin saman bara í 30 daga eða eitthvað Allir feskir einhvern veginn aftur Ég skil alveg að þið vildi framlengja eftir það sko. Reyndar sko, Dubai var lang sko fyrir þetta félagskapin þá var þetta lang leiðilegasta stoppið Hræðilegu staður Já, þetta er bara svo verið guðubæði bara í alvörunni svo verið guðubæði og lappar út og bara strax blöytur og maður bara, hvað er að gerast þetta? Steind í lettaran Það er bara agalegt sko og bara, þú veist, öll ferðalega á milli staða löng og bara alltaf í leigubílum og bara svona, já, bara svona þung stemming í Dubai sko Ég er ekki að Dubai fan sko Nei, ég er alveg samanlegur Hún er ekki góð Sjórinn er líka sko 40 gráður eða eitthvað Það er óþægilegt að vera í sjónum Hann er of heitur Bara allt of heitur, við erum að taka upp þetta atriði hérna Life of Pi atriði hérna Það var bara átök Þetta var svona heitum potti Samt voru fiskar á nýsu, þetta var bara svona, hvað er þetta? Skrítið Mælum ekki með Nei, þú bara fyrir ekki á einhvern Hjá Fansa og Bensa En það er hrikalega fallegt að þið að vilja meira undir lokin sko. Já Við þurfum meira Aldrei stoppa Vinnu alkan Meira, vinna meira Taldu vinnu alka Það er þetta Inga Tinna í Dynot Já, með okkur í Vestló Já, það Toppkona Hún er vakin og sofin yfir því að gera upplifun okkar betri þegar kemur að því að bókaborð Já, hún er ótrúleg Sko, Birkir, hver er veitingastæði mánuðarins sem þér á Dynot? Það er ekki spóns, 3 slókast líklega Já, einmitt, algjörlega toppmenn Ég er svolítið búin að vera að vinna með ekki spóns La Poblana Geðvitt að geta séð þetta bara í appinu og hérna Hvað sagður við? La Poblana? La Poblana, sko, ég trú ekki að ég sé að minnast á hana staði í Hlaðvarpi sko, af því að þetta er falin perla með mjög takmarkað sætabross og þeir eru ekki að borga fyrir þetta En þetta er bara fáránlega La Poblana? Þú heldur bara milli mín og þín sko. Er þetta ítalst eða? Þetta er Mexikost, alvöru Mexiko sem að vinna þarna sko. Þetta er ekki saffran gott, en þetta er mjög gott Ég skil Ekki alveg saffranlevel Sko, en þá erum við komin í kannski að einhver myndi segja kjötinu, hraðfréttir Sko ég ætla að byrja að segja ég valdi reynda að fá Fannari þáttin aldrei haft áhuga á því en ég reynda að fá Benna ég reynda að glemda grafið fyrir þáttin ég held ég að senda það fyrst ángrís 2022 eða eitthvað sko. Er það? Já, ég held það Það var í COVID einhver tíma sem var sendið mér Ég hef oft sendað það sko. Já, ok Eða svo reynda keldi ég alveg vel sko. Ég á það til að íta svona frá mér sko Já, út frestunarkall Já, svona, eitthvað svona Ég veist óþættir við viðtölum, segð það bara Já, ekki kannski lengur sko En ég alltaf fundist svolítið óþægt að tala um sjálf á mig Já, þetta er miklu betra Ég er eiginlega, fyrst þegar við byrjum þá var ég, þú veist, allir þessi gaurar þessi snillingar sem við erum búin að fá eins og þið nenni ekki verið, hérna, í hvaða grunnskóla varstu? Skilur það? Ég skil það Nei En auðvitað þurftu að við þekktum ykkur ekkert eða skilur það, það þarf að byrja ykkur staðar En svo, sko, við erum alltaf að fá fólk í eitthvað þannig að við eigum að drullast til að gera hluti líka En þið eru mættir hér í kvöld Já, við erum mættir Takk fyrir það, strákar Í hvaða grunnskóla voruð þið? Fossvogsskóla Já, Grandaskóla og Hagaskóla Já, hann er alveg vesturbæðingur Þú varst í Réttarhaldsskóla líka, ég glemði það er grunnskóli Það er rétt Kláraði hann með sæmt Systra skólar Já, aftur að hraðfréttum auðvitað Sko við tókum báðir þetta 10 ára afmæli sem var reyndar pældi þegar við voru 10 ára fyrir 3 árum Já, það er rétt Já, vá, það er rétt Tjóðvill samt eruð ungir sko. Já, tíminn Við vorum líka svo ungir þegar við byrjuðum með þetta Við vorum bara 20 Allt og ungir Það sést alveg á myndefninu, þið eru bara úlingar Já, bara ennþá með smá bólur og hvað vesinn En samt var bara ekkert mála að fíbla í liðin eins og Bjarni Ben Það var ótrúlegt Já, Bjarni Ben var sko þetta byrjaði alltaf upp á Mokka sko 10 þættir þar Bjarni Ben var bara gestur með 2 eða eitthvað, eða ekki? Eða 3, á mjög snemma Já, 2, já Fyrsti gestur og Jakob Fríman Tókum það viðtal upp svona 40 sinum bara einu sinni enn og hann bara alveg að missa þolumæðin sko. En bara respekt á hann og fleiri að koma bara og vera með sko.
og respekt á ykkur að vera hann að tvítur og bólugrafnir að segja Bjarni, ertu til að taka þetta upp í 19. skipti? Já, ég teki first go sko bara alltaf sko. Já, við vorum bara eitthvað svo metnaðfullir sko. Já, þetta er núans sem við höfum kannski í gríni, það er eitthvað svona, eitthvað sem við þurfum að sjá og það tekur kannski 40 tökur sko. Og það var alveg tilfelli strax, fannst mér að við erum skári í dag. Já, vissulega. Nei, en svona stundum þurfum við fleiri enn tökur. Já, eins og sást á þættinu sem við droppið í gær. Þið þurfið þessa fullkomnun. Já, einmitt, nákvæmlega. En ég verð að spyrja, þið eru búin að grilla eiginlega bara alla helstu Íslendinga sem voru til og eru til. Er einhver sem hefur sagt bara, nei, ég tek ekki þátt í þessu? Já, það nokkrir sko. Ég segi það. Segir megin nafna? Já, forseta segir alltaf nei sko. Já. Þeir eru í embætti Óla Ragnar. Já, en ég man svo vel og sterkt eftir þegar hann var hjá okkur í 3 þætti röð Guðni T.H. Ekki fórseti. Þegar hann byrjaði sem einhver svona spekingur þegar hann var lasin á Óli. Þannig við fengum þá Guðna í hraðfréttir að vera Óli. Og þá svo fyrir hann í frambóð og við segjum svona þau eru fórseti, já, kemurðu? Já, sjálfsögðu, svo kom hann aldrei. Nei. Við gerum hann á þvílíka greiða. Já. Við alltaf við hlýðin á mér og hann var alltaf að segja vintris. Og svo núna smá Halla. Já, Halla er að taka þessi típu núna smá. En ég ætla samt að gefa henni smá slaka. Hún er búin að vera svo stutt. Vissulega. En þetta er mín upplifun líka samt. Og þið var reyndar að grilla líka, en þetta er þannig. En ég held að þetta sé líka bara einhver svona stofnun, það er einhverju svona ritarar og eitthvað svona PR-fólk bak við fórsetan sem er bara fórsetin fyrir ekkert í hvað sem er. Eitthvað svona bla. Þannig að já, maður skilur það. Þetta er svolítið svona virðingar embætti og fólk helli sér í það, ætlar ekki að gera það, en svo einhvern veginn verður svolítið virðilegur. Ég held sér bara óhjákvæmilegt sko. Vigdís, hún sagði nei. Ég held að ég hef aldrei tekið símtal á Vigdísi, við hafði engan áhuga á því. Nei. Eða þú veist, mér finnst einhvern veginn hún ætti ekkert að verður bara þarna Vigdís mín, ekkert vera að djöflast í þér. En mannstættur einhverjum fleirum sem svona sögðu bara nei, ég kem ekki inn og skýta þátt. Nei, ég er ekki alveg að eitthvað svona skýta, nei. En eitthvað sem mætti og svo var eitthvað að gera þetta bara, nei, ég er ekki að gera þetta. Já, það kom fyrir og líka kannski eitthvað viðkvæmt mál í gangi í vikunni og maður hringir í viðkomandi, kemur ekki hraðvirðir og það bara, er eitthvað rugglaðir eða? Og með þess að þá stundum sagði fólk nei, en við mættum bara samt. Þú veist bara, hvað vorum við að pæla? Þú veist, ég manalegt svona 3 dæmum þar sem að viðkomandi var bara nei, ég ætla ekki að koma. Og við vorum bara mættir fyrir utan. Ég bara, hvað er eitthvað að okkur? Hann er bara afsakið það, þið sem lendiði því. Já, þetta er svona símtölin, sem að tók stundum, sko, ef einhver var rekin úr starfi eða eitthvað, skilur, sem var leiðilegt. Það var skandall í vikunni. Og þið bara riðið upp tólið. Já, við vorum bara óhrættir. Bara það, mættum. Já, í einhverjum tilfellum. Búnir að fá nei. Hræðilegt, sko. Það er hræðilegt típa. En þess vegna var þetta líka svo brautryðjandi og fyndið og frábært, sko. Það er annað, bara svo tökum eitthvað dæmi, þú veist, eins og múslimagrínið sem er ógeðslega fyndið Já, það er mjög relevant í dag líka. Já, fannar á vettvangi sko. Ég hefði aldrei þórað að fara í það. Nei, kom aldrei fyrir að þú bara gekkst við strikið eða bara viðkomandi móðgæðist eða þú segir bara, fuck Þetta er alltaf í svo miklu samtali við þá sem eru í þættinum. Segjum að þið værið eitthvað svona, hefðu skitið á okkur í vikunni og við myndum taka eitthvað grín með ykkur, þá myndi alltaf setjast niður og hvernig gerum við þetta fyndið. Þú veist, við erum aldrei svona að fara bak við ykkur eitthvað svo kemur eitthvað grín sem þið vitið ekki og eitthvað svo förum við bara öll með samt að sína þetta skilju, það er aldrei þannig þannig að þú veist, það að fólk sem er með er svona playful í að vera með í gríninu hjálpar En svo er náttúrulega bara grínið spunni öllu leyti En við hefum alveg stungið upp á einhverju gríni líka þegar hann er kannski í stúdíu Þið voru ekki alveg að vinna á, þið voru að vinna á alveg Vogue vinnustað sko Já, við pældum aldrei í því sko Hann var aldrei Vogue, fannst okkur þá sko Nei. Við vorum líka svo mikið bara eining bara hraðfréttir var bara við einhvern veginn inn á RÚV og það var keypt og við vorum aldrei einhvern veginn svona Við vorum ekkert inn á fréttastofunni Þið voru ekkert á Birkenstockarna í RÚV Nei, jú, við vorum alltaf á RÚV skilur en svona, já Ekki hluta, já, voru svona, já Við elskum RÚV og fólk sem vinnur RÚV og svona, en já en við pældum ekkert í eitthvað Vogue þegar við vorum eitthvað 23, 5 eitthvað Var það ár til þá eða? Nei, en það var svolítið cancel-kultúrin var alveg var Við reyndar sko að því að hraðfréttir hætta 2016 svona vikulega í sjónvarpi og þá eiginlega byrja svona bam, bara svona cancelið skilur
Þannig að ef hraðfréttir hefði verið í sjónvarpinu 16 og svo áfram, þá hefði pottitt lent í einhverju vesenni með einhverju fólk, eitthvað ekki alveg til, en reyndar gerðu við einhverja spesiala á þessum árum, einhvern jólaspesial og 10 ára spesial og kostningaspesial og svona. En ég held líka bara á þessum 12 árum eða hvað hraðfréttir hafa verið til lengi, þá hefur við unnið svona einn traust bara. Fólk veit að þegar við erum mættir með fólki að við erum aldrei að reyna láta viðkomandi líta illa út. En 7.13 þeir eru með óflekkað orðspor nema fannar sægreifi en það ansi vel gert. Voruð þið eitthvað að ritskoða ykkur á þessum tíma? Tókuðu út einhver efni sem við hefðu ætluð að birta? Mjög sjaldan. En það var svona kannski einn og einn þáttur sem var svona, hvað voru að gera? Ég man ekki eftir neinu. Jó, einhvern tíma teknir á teppið fyrir eitthvað sko. Ég man ekki alveg. Það var nú bara eitthvað því að Skarpa fannst eitthvað ekki nógu fyndið. Nei, það held ég nú ekki. Við vorum einhvern tíma inn á útvarstjóra borði sko. Nei, ég man ekki af hverju það var, en það var eitthvað þáttur sem var ekki. Svo þegar maður að rifja þetta upp sko, ég man ekki eftir helmingnum af þessu. Það hafa gert þetta sko. En voru þið þá að bakka þáttinu upp og reyna að fá hann í gegn og þá var einhvern sem sagði bara, heyrðu, þetta kannski... Nei, við fórum alltaf í gegn. Það skemmtilega við þetta þannig rúfir að það var bara fullt traust og þú sendi bara þátt út og það var engin eiginlega sem skoðan. Það var ekkert einhver sía. Kemur á óvart. Alltaf haldið að... Nei, það er engin sem skoðan hann sko. Við getum bara sett inn bara einhvern viðbjóð. Svo bara, hvað er ekki slökk á sjónvarpinu? Það hefur verið hægt. En þú veist, hver myndi gera það? Þetta bara fyrir gegnum online klippara og svo þetta farið sko. Nei, en já, ég var að hugsa eitthvað svona skett sem var tekin út. Já, nei, ég held ekki tekið út, en kannski bara eitthvað svona. Við vorum svolítið, eins og bara með Salman, hryðverkagrínið. Þetta er bazooka. Það er þetta ótrúlegt sko, þessi bazooka. Hún var hann það bara. Þetta var ekki prop sem við komum með sko. Þetta bara var inn í stofunni hjá honum. Hann er mikill veiðimaður og hann var bara með veiði box sem var bara svo bazooka. Þetta lá bara við hann. Þetta var frábær spurning. Hann, sko, Salman, sko, var mikill humoristi, blessuð sem minning hans. Og það var einhver umræða, ég man ekki alveg hvernig það var, eitthvað svona muslima og það var eitthvað svona uggur í þjóðinni með eitthvað svona, eins og núna. Hryðverkadæmi, já, eitthvað svona, jari. Þannig að hann vildi rosa mikið gera svolítið svona grín að bara muslimum og bara sjálfum sér í anda hraðfrétta til þess að líta út af við eins og hann hafði húmor fyrir sjálfum sér. Já. Sem hann gerði greinlega. Já, og við gerum fleiri sketsa með honum sem eru ekki á TikTok. Það sem að ég var eitthvað hjá honum í moskunni og hann var eitthvað að umskera mig og byggja með honum sko. Kíkja á rassin á honum og eitthvað. Þetta var eitthvað algjört grill sko. Sá í rassin á þér. Já, en það er líka sem við elskum sem við fólk sem bara tekur sér ekki of alvarlega sko. Og það er smá reynslan okkar á þessum árum að það eru flestir þar sko. Flestir taka sér ekkert of hátilega sko. Svo viltu ekki heldur ekki að spyrst út að þú ert ekki til í eitthvað rugl ef ég var í Bjarni Ben til dæmis sko. Já, þetta hjálpar líka bara held ég pólitíkusum miklu meira heldur en ekki og Bjarni Ben er bara svona maður sem veit það og bara svona kann þetta En við höfum alveg verið að bera upp svona atrið með fólki eins og bara talandi Bjarni Ben senast atrið sem við gerum honum þá fórum við inn í stjórnarráðið og gríni var að ég var að flytja hann út eitthvað svona og var svo með einhverja önd og mistana og hún brotnaði og það var einhverja önd frá Selenski og hann alveg brjálaður sem var bara steitsall, og keyptum önd en þegar við vorum að bera upp grínið við hann þó við þekkjum Bjarna þá veit maður ekki hvernig það fer í hann Selenski, þetta er svona eldhitt umræða Úkraína og eitthvað en svo bara fuck it, bara spyrjum hann og hann bara, já, til í það og yes, ok en það hefði ekki endað hinum einn, ekki til í það Það var líka fyrir kostningar, sko, menn voru til í meira Já, þú ert alltaf náðu pólitík fyrir kostningar, sko þá svaraði þær alltaf, sko Kristján Frosta fór í hennan Frozen kjól ég sé hann ekki alveg fyrir mig gera það í dag Nei, þetta frábær punktur, sko Já, kannski Voruð þið reknir frá rúðu eða hættu þið sjálfur? Hættum sjálfir já, við svona flutum út einhvern veginn, við tókum semst við keflinu af Gunnudís og Andrafreyju virkum modnum í sumarprogrammi, við hættum með hraðfréttir svo fórum við bara í útvarpið og svo var okkur boðið að vera áfram í útvarpinu en okkur fannst það ekki nógu skemmtilegt Nei eða bara svona ég ætla bara að segja að ég glemdi að það hefði verið í útvarpinu já, það veit það enginn það var eitt skýta þáttur sem hétt góðan daginn Hvað var leiðin til útvarpið? Ég held maður hafi bara verið svolítið bara svona eitthvað 28-9 eitthvað sprungin á því að það er búin að gera sjónvarp í 6 ár og ég var með að
inspirationir að leikstýra og skrifa og við vorum bara svona týndir höstum á okkur, búin að vera lengin í búblunni bara fyrir að vorum 22, eitthvað svona hvað næst einhvern veginn En okkur fannst alltaf að hraðfréttir ætti ekkert að vera í 20 ár okkur fannst alltaf að vera svona eitthvað sem að klárast og við einhvern veginn bara ákvæðum það í einhverju bríari bara þetta bara búið núna og sem að skrítin ákvörðum fannst mörgum eitthvað svona bara með vinsanast átt hvað að hætta með þetta við bara viljum ekki vera eitthvað útbrendir eitthvað í þessu og sem kannski bara fín ákvörðun í dag Já, ég held ég bara mjög góð ákvörðun Þetta líka bara, þetta crazy vinna við vorum bara ballusir á það 20 og eitthvað, þetta var bara 18 tíma vaktir alla daga alltaf svo voru á skemmtum helgar, þannig að maður var bara aldrei ekki að vinna þetta væri bara fysikli ekki hægt í dag og RÚV eru ekki að borga eitthvað allt og góð Við pældum ekki til því sko það var bara lagt eitthvað inn að okkur og svo bara afstæða og takkum sjónvarp og gaman og svona en við elskum þetta og alltaf til í að hendi einhvern svona spesiala Já, það er mjög gaman sko en svona konstant þessi vinna held ég eigi ekki við marga í dag sko en svo einhvern veginn heldum við áfram og gerðum háseta, fórum á sjóin á Fristitóra, gerðum svona seríu fyrir RÚV sem var líka mjög skemmtilegt en svo einhvern veginn svona bara flautið eitthvað annað sko Já, sem ég fyndi sko því að Skarpi var þetta er hægt, hvað vil ég gera næst? Skaupið Hann er slakið á, þeir eru 27 ára, þeir eru að gera skaupið. Jó, við viljum gera skaupið. Og sýndum eitthvað pits, hvernig við vildum gera skaupið og hann þið eru aðeins að söðla einhver smá reynslu, en eitthvað annað. Jartenging. Ég fór á sjó, það er fyndið, en ég og Benni á sjó, selt. Og ég selt? Og svo bara 3 mánuðir seinna voru við bara mættir á sjó og taka sjónvarp, sko. Sem var þessari seríu. En gerðu svo skaupið? Já. Loksins. Ég held sem er smá það aftur. Já Við ætlum að ná blass Náum blass Ég á ammali sko, ég elskar að vera það Ég er bara ekkert að fara neitt sko. Þú erum mökkaður Akró Já, Akró appi góða hlustendur ef þið eru að keyra stoppi bílinn farið í App Store eða Play Store halið niður Akró appinu Fyrir þá sem er ekki með hann og þegar ef þið eru með hann og þegar byrjið að vesla, farið á askið prófið ykkur áfram, sjáu ykkur sexy hlutabréfna, prófið bara að fara á askið, það getur alveg verið að sé ykkur sem er tilbúin að býta á agnið. Í appinu getur við átt viðskipti með einföldum hætti og fylgst með eignasafnið þínu og markaðsgögnum og við höfum ekki nægilega mikið á þessu í rauntíma, ekki 15 mínúna delay eða hvað sem það er, í rauntíma. Akró, takk. Eitt sem maður hefur fundið á þessum tíma, verðandi með gaman að fá kollega í settið. Sko væntingar, þær bara fara út gluggan og svo fer þátturinn eitthvað, sko, er einhver sem að, þú veist, hefur komið ykkur á óvart sem þið fengur hraðfréttir sem bara, þetta er bara ekki mista. Þetta er bara eitthvað allt hana í brjóstið. Í hraðfréttir? Já. Lenja Rúnanagrínið, mér finnst það helviti. Það var ógeðslega fyndið. Ég var mjög ánægð með hana, sko. Við vorum svona að debata með hvað ættum að gera, eigum að þóra að nefna eitthvað við hana. Hún kom með þessu hún eiginlega pizza þessu ég hefði ekki þorað pizza þessu sko. líka að fyrir að tala um þetta hún Edda Falag gríni með hana, hafið þið séð það? Ég séð það dálítið langt síðan bókin eða? Nei, Edda Falag var grín þar sem að ég fer inn í stúdíó til hennar og er að tala við hana og hvernig var þetta aftur? Svo svitnar og verður stressaður ég er ógeðslegur, ég er kallmaður kallmenn sökka, sorry ég sé að tala um þetta en þú ert svolítið sæt, okkur ég að segja þú ert sæt þú ert ekkert sæt, jú þú ert sæt ég er ógeð, viðbjöður og fokk eitthvað svona þú veist það eru bara allir kemur enginn sérstaklega óvart, það er allir með lúmst green bein í sér sko. En ég held að meðal hrósa þeim, ég held að þeir sé að ná því besta á fólki sko, og rúmlega það. Já, kannski. Svo var náttúrulega Raggi Bjarna mikil perla hjá okkur. Já. Það er svona, að því að hann var alveg frá upphafi sko, hann var alveg kom í fyrsta innslag upp á Mokka og fórum alveg heim til hans og eitthvað djöflast í kallinum. Og Raggi Bjarna fyrir mér er bara algjört legend. Já, hann smá stressar þegar kom til hans með duftkerið. Það var rosalegt. Já, það var vissulega stress. Það var því hann var... Þið voru búin að segja hann frá því. Já, ég hringdi í hann. Já, en hann, þú veist það... Jú, ég hringdi í hann og hann, þegar hann var búin að seifa númerið mitt þarna og þá svarar hann bara, hvað nú? og þá sagði ég hann frá þessu og hann hló sig máttlausan í síman yfir þessu. Þannig var að spyrja samt hvað Helli kona mig, hvað hún segir og spyrja hana og ég sagði við finnum út þessu, við komum bara til þín og svo komum við og gerum þetta og það var hann alveg sama og Helli ekkert að pæla í þessu sko. Nei. Gott að gefa honum eftir Já. Það var ekki björnamaður. Missa séðan í
Settinu þetta var Já, ég misti þetta, mér leiði ekki vel með það atrið Ég var bara að gleyma því Já, manstu, þú varst alveg harður á því að þetta opnast og hellast yfir mig og ég bara, þetta er ekki Bjarnamaður ég bara ber svo mikla vinningu fyrir honum Það er samt fyndið Ég veit það Það er mjög fyndið En það er líka, þú veist, það er alveg maður þarf að melta það, skilur, þú veist, það skorar á mann líka sem er svo gott, sko Já, hann var, þú veist, tiltölulega ný fallin frá og þetta var eitthvað svona ég átti pínaröld með þetta Já, ég skil það en svona svo sé ég þetta þá er ég bara, þetta er fyndið Já, þetta er fyndið Þetta hljómar er svo mjög lúðaleg spurning hvor ykkar er grófari? Hvor er líklegri til að segja, nei, þetta virkar ekki? Þetta meina, hvor líklegri til að segja Vera á bremsunni, sko Kannski Benni Já, ég held ég kannski örlítið svona með meira siðferði Já Nei, við erum með rosalega líkan húmor þannig að ég held að við vitum yfirleitt hvað er yfir strikið og ekki, sko. Já, við viljum aldrei særa neitt, sko Nei Við leifðum okkur með Bjarna, Ragga því að hann er bara vinnur okkar og hann hefði haft húmor fyrir þessu Já, það er svona veit það, sko Já, bremsa Eru ekki báðið bara svona Svipaðir, sko Svipaðir, löflétta Þú vilt það svona meiri kvíðabóki Já, ég viðkynna það Svona setni tíð, svona aðeins meiri kvíðabóki Eitt atriði sem að stóð upp úr í ykkar huga Þetta eru stóra spurningar Hvað gerði hraðfréttir? Hvenær vissuðu bara við höldum á okkur skrýmsliðina? Já Sko, þegar við byrjum á mokkanum gerum 10 þætti og þá fengum við bara ekkert ár til að byrja með bara 200 views eða eitthvað svo setti Marta María vinkon okkar inn einhverja fyrirsögn eitthvað hraðfréttir, eitthvað Ástór Magnússon ríkur og dyr eða eitthvað og þá fór þetta upp í 5.000 og svo fór þetta bara úr 5 upp í 15, upp í 30, upp í 40, upp í 50 og svo var þetta bara í 50.000 views bara dun Þakk sé fyrirsögnum og þetta átti bara 10 þættir á búið Ég var að vinna á mokkanum að búið til svona vefþætti og þetta átti bara svona 1 vefþáttur af mörgum En var ekki mokkin, sorry, ég grein fram fyrir voru ekki mokkin brjálæðir að fóruð yfir á rúf? Jú, en svo gerist það að Simmi í Kastljósinu hringir í mig og spyr mig eitthvað þú og Benni er eitthvað samningsbundir og ég nei, eru til að koma í Kastljósi í kvöld? Nei, í haust Já, ég held bara að hann var að meina bara að vilja koma í viðtal þáttinn Ég já, það er ekkert mál en svo rann það upp fyrir mér að hann var að meina bara að vilja vera með í Kastljósi og eiginlega frá og með þá var þetta svona smá svona þjóðar þáttur, skilur, sem allir sáu þannig kannski þá, sko Já, eiginlega bara þá, þú ert komin inn í Kastljósi og inn í kringum allt þetta fólk Já Þá varstu svona, já, ok, þetta er eitthvað og sjónvarpsárfattan líka var svona meira þá, sko það horfði fleiri á Kastljós á þessum tíma Já, og minna á klippur á netinu held ég af þessu, sko Já, og þá líka var ekkert svona TikTok, Facebook-vídeós neitt, YouTube-dót í gangi, sko Var ekki Facebook, samt? Jú, en svona vídeokontent þar var ekkert svona stórt eins og er núna, sko Nei, algjörlega Nei, sko færum okkur yfir í ykkar samband, ykkar fallega samband þegar ég sko, tók eftir líka í seinasta þætti fann að þú nefndir það, sko Benni er náttúrulega meiri sóði en fólk heldur ekki sóði, en yes en þú veist, af því að ég er hraðfréttum eru svo stilt upp þannig að þú ert á vettvangi og svo ert þú, Benni, alltaf snirtilegur í jakkafötum sko, er það rétt að Benni sé famarinn og með allt upp á 10 og að fanna sér trúður, er það staðan? Alls ekki, sko, en ég myndi alveg segja að Benni er svona, hann er meira slikk svona en ég, svona in real life svona aðeins, eða ekki? Já Þú svona situr og svitar eftir því og það gerir þú það ekki? Hárið og svona Já, en svona heima fyrir, sko, þegar við bjuggum saman, sko þá er hann lúmskur sóði, sko Já, þú talar alltaf um það sama Já, sem er bara sjokkirandi sópar öllu drastlinu búið í hotn en þetta er ennþá gert á mínu heimili, sko taka það og bara onni í rusl, sko en Benni er mjög snirtilegur þið ekki með moppu og eitthvað heimili sem það er svona sópið til og búið til smárhúi og svo takið í hrúmuna? Nei, það gerir þetta enginn, sko Nei, ég er mjög vel giftur Nei, eitthvað rusla hrúa Já, þetta er bara ekki rusla hrúa þetta er meira bara svona nokkuð seriós og svona Þú geymir þetta þarna Já, svona geymir þetta aðeins Býðhandla hrúan verður lítið fín Þetta er skilvirkni, þetta er spara hættökin, sko Nei, svo er hann líka bara svona meira gleyminn og svona meiri svona, já, meiri haugur en fólk heldur, sko Er vinnuframlega eitthvað 50-50? Þegar við vinnum saman í okkar Já Já,
við höfum mjög sjaldan verið ósammála okkar skiptingu sko. Nema kannski við gerum framkomu, þá varum þetta ekki 50-50. Nei, en þá líka færð þú meira borgað en ég. Já, vissulega. En svona í hraðfrétta elementinu þá er það, er þetta ekki klálega 50? Já. Við gleymum þessum stundum að því við gerum líka bara, þú veist, við erum ekki að tala okkur til eitthvað, þú tekur þennan þátt núna og ég tek þennan þátt, þú tekur innslöðin, þú tekur þetta. Það bara gerist einhvern veginn. Það er bara svona, veit ekki hvernig, svo bara föttu við að þetta er svona cirka 50-50. Svo tók ég náttúrulega 7 ára pásu frá Benna því ég var að gera velnænt fólk sko. Já. Meðvita. Já, ég þurfti bara þessi 7 ár. Nei, við unnum líka saman á þeim tíma en nei, við náum mjög vel saman sem svona vinnufélagar og vinnir. Fannar er mjög skipulaður. Já, ég það. Það er bara eiginlega svolítið skringilega skipulaður. Þannig að þú veist, desktopin hans er ekkit í ruglinu, sko, minnir í ruglinu. Það er kannski svona gott dæmi. Já, ég er skipulaður en fólk heldur, sko. Maður þarf það bara í minni vinnu þegar maður er að leikstýra og búa til hluti. Það er bara svona að hafa hlutina smá í möppum en ég fíla líka samt svona kaos. Skipulagt kaos. Ég til dæmis það einhverju skilur, ég má ekki vera með neitt ólesi notification skilur, þá bara fara í taugar skilur bara taugar húi. Ég er smá þar sko. Leifur er akkurat auðvitað skilur. Leifur er bara með 17,000 unread message og hikkar ekki að kosta og ég er nú betri í því seinni tíð. Já, klálega betri. En mér finnst það gott að sópa íkonunum svolítið á í smá hrúu upp í hotn ruslahotni sko. Tengi smá við það en mér langar svo að vera skipulagari og ég er alltaf svona, nú tek ég til einhvern veginn, en gera það svo ekki. Ég held að kona mín sé alveg sammála því í mörgu. Já, ég er eins þar sko, en kona er sko, þið eru þetta bestu vinnir, kynnist þið Versló, konurnar ykkar og við erum ekki bestu vinnir sko. Bestu vinnir minn heitir Tómas. Já, sjáum við kannski aðeins að Tómas Tómas er bara vinur minn frá því var hann er alveg vinnur. Já, 8 ára. Hittir hann einu svona ári en við erum vissulega mjög góði vinnir. Já, kynnumst við Versló? Nei, hvað að spyrja það? Já, nei, gott að halda þessu til haga sko, hann er góði vinnir, já. Ég meina var ekki of mikið samt að búa saman eða? Við vorum svo ungir einhvern veginn. Já, við vorum ekki að pæli. Ég elska að lifa út af lífinu, ég get ekki búið með hann. Nei, núna, þú veist, þeir eru að vera 30 sko. Nei, maður er bara eitthvað að vinna, maður var aldrei heima. Maður var bara eitthvað upp á rúf og eitthvað á fullu að gera eitthvað dót. Ok, konan þar skilja við ykkur báður á morgun. Flytið þið saman inn? Nei, við erum með 3 börn og mann. Það var eitthvað chaos þar, sko. Nei, minnum svo í dag skilur ef við fyrir til útlanda í einhverja vinnuferð þá fá okkur sikkvort herbyggis. Jó, en það var ekki þannig. Áður vildum við vera saman, helst sko. Það er alltaf 2 singles og okkur líka. Er það ekki? Þetta fæ ég einhver áður það. Ég verður nú til að vera ég held sér líka bara aldurinn sko. Hann er líka lausu. Hvað heldur ég henni að vera? Nei, svo það gengur ekki upp. Og það er nóg að gera við honum. Hann hrýtur svo mikið hann fannar að ég hrýt. Við vorum nú saman í herbyggjum daginn einhverstaðar í Vestmannaeyjum og ég var alveg að vera vitlaus á hann sko. Ég er hættur að hrjóta, svo bara strax. Já, ég hrýt. Það er svo leiðilegt að maður getur ekkert að það gert sko. Nei, ég veit það. Maður langar ekki að gera það. Ég er eins sko. Sérstaklega er blófum túle sko. Há rítið meira sko. Það bara alveg svo vitið. Prodúserið verður að taka út alltaf að segja túle sko. Ég er kaldakall. Já, ég er bara nefna túle á nafn. Túle, rosalega bjór. Túle. Málið það, þú veist, erum við ekki bara í flæði Nei, og kalda menn ekki litlir sko. Nei, þegar ég er ekki með kalda á dælu sko, tiltekin veitingastæður í Vesturbænum sem er með mitt túli á dælu síkalega gott sko. Tiltekin veitingastæður í Vesturbænum Kaffi Vest bara Já, ég er frá svo einu Er Kaffi Vest með túli á dælu? Ég hef ekki farið lengi þannig, ég veit það ekki. Nei, það er bara staðan. Það er geðveikt. Það er mjög svona Pétur Martinslegt. Já. Vera túlekall. Bindur bagga sín ekki sömu hnútur. En ekki Gísla Martinslegt, verð ég að segja. Nei. Gillimanni var meira einhvers svona. Ef að Gillimanni fengi að velja sér bjór á dælu? Hann mynd, sko. Það var einhver IPA drullar. Kaldi IPA? Já, ætla það ekki. Nei, það er að þið kaldir út á landi, það gengur ekki upp. Ég er ánægður með því, þú ert að berjast í bökkum við það. Allt uppi. Heiðarlegan borgarabjór, ég veit ekki. Í heimaðunum verið þáttinn, þegar Gunni samloka mætir henn á skrekk eða eitthvað og segir eitthvað, Gísli Martin hatar landsbyggðina eða eitthvað. Já, ég hef ekki segið þetta. Jú, býtti, ég man eftir þessu. Hæ? Það var allt brjálað. Þetta fór í fréttinnar og var það Gunni sem gerði það? Já. Þetta var tekið út. Já, er ég rifið upp fyrir ykkur? Já, þú ert rifið upp. Ég man eftir þessu núna og segir þetta. Nú er ég alveg út á skrekk eða eitthvað? Já, við létum börnin drull eitthvað við Gísla Martin. Eitthvað einhverju gríni. Og var allt brjála? Já. Ég held að Gísli hafi ekki einu sinni verið sáttur við þetta. Nei.
Ég man ekki alveg eftir Nei, þessu Gísli Hann var ekkert reyður út í okkur Nei, Kannski bara út í Gunnar. ekki neitt, sko En mástu samt ekkert eftir þessu Jú, svona Það var einhver hiti að við séum að segja börnum að segja eitthvað bla En bla af bla hverju? Af því að orður um að Gísli Martin hataði landsbyggðina Já, það var eitthvað frétt vikunar og eitthvað bla 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 Já, ég skil Það er rifið upp Heili Gísla Martini með þetta Ekki að ringja og fara í Gísla, hann er vakandi núna Manstu eftir þessu atrið? Nei, við látum að vera Blessa Gísli minn, við erum hérna í podcasti Ég er búið með 7 túlu Og ammali Hvernig var þetta með sketsan, er þetta í fílu? Sko Payday Sko að því að maður ég sá það líka á seinast að þetta í okkur að þið eru svolítið skrollarar sko þið eru með algoritmaðan í gangi með grísafólki og svo eru með rottukongin og fáið alls konar upp Já, ekki samt live kannski bara daginn áður, skilur þú? Já, ég segi það, þú veist bara í dagstæðalegu lífi Já, á skrolliði svolítið sko Ég er YouTuberi sko ég líka Þið eru líkir Já, ég sé það Já, ég held að ég sé Benni og með aldrei gruna það Nei Ef þið myndir leikar þá er það frekar einfalt að plassera Þetta væri alveg þannig sko Sko, en nei, bara því að ég líka YouTube-kall, sko og svo fer ég skammarlega mikið líka inn á TikTok núna í seinni tíð. Já, þú ert TikTok-kynsluðan, sko Mér er illa við það, sko mér er illa við það viðurkenna, en svo líka ef maður, að því að Payday er jú bókhaldskerfi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, en svo er þetta svo myndrænt og fallegt, að maður gleymir sér stundum Þetta er mitt TikTok Það er grænt og allt það, en það er gaman að skoða þetta maður getur gleymt sér líka bara í að skoða það, sko Þannig að þið þurfa að senda reikningastrákar Hann er þar, hann Benni Payday Þetta er ekki Payday? Nei, þetta er Nóta Nei, hvað er þetta? Nei, Payday heitir það Segjum það ég sé það Það er ekki fínt Þeir eru búin að skemma nóg mikið Skemma sponsa Nóta, þegiðu Shit, sorry Seinasta kannski frá því, sko kvikna áhugin í 12.0 eða á myndbandagerð og eða var það fyrir það? Hjá mér alltaf var það fyrir En ég ætla núna ekki alltaf að taka orðið á öllum Þannig að Benni, byrjað þú? Já, ég var alltaf líka með einhverja kameru sem krakki að gera eitthvað alls konar kjaftaði en svona já, svo var náttúrulega bara maður langaði í leiklist og maður langaði eitthvað að vera þannig og fórum að gera það náttúrulega ég í Vestló en svo var það náttúrulega ekki fyrir í 12.0 eða Vaffi MR myndinni vil ég meina Er það ekki þegar við erum í 4. bekka? Hvenær er það? Nei, ég man það ekki. 3. ári. Þá fáum við lána stúdíói bara úf, fréttasetti hjá Boga Ágússyni, af því að það var Tóta dóttir hans með okkur í Vestló, hún lánaði okkur settið og þá var eitthvað svona fréttagrín þar sem ég var í settinu, mér endar ekki Fannari, öðrum vinum mínum og vorum að Var það bestu vinniðin? Já, það er enda bestu vinniðin Já, góða punktur Já, og þá byrja svona að finna ég eitthvað svona, já, þetta er eitthvað og það mallar einhvern veginn bara í manni þar og ég fekk einhvern veginn NFS stöðin á heilan, munið til henni Já, Fréttastofan, já Er ég bylla? NFS, nei, það er INN Já, nei, þú ert að tala, já, þarna sem að var Fréttastofa alla sólarhringin Já, upp á stöðtu, ég fekk þetta alveg á heilanum og fannst þetta fyndið og skemmtilegt og það að gera eitthvað með þetta og bara, svo einhvern veginn sjatnar þetta, við fyrir með 12.0, það var ekkert sérstætt fréttagrín í 12.0 Nei, ekki neitt sko Nei, og svo er þetta ekkert fyrir bara Já, og svo bara 3-4 mánuðir seinna sko. Þessi hugmynda, gera bara frétta átt sem er bara 1 mínúta, bara inn og út bara, það var bara hugmyndin en svo sátu við á henni svo oft áður En stáluðu þess ekki af neinn erlendu fyrirmyndi Nei, nefnilega ekki sko Ég hefði bara gefið mér það sko og ég hefði ekki þurft að skammast ykkur fyrir það Nei, þetta var bara, þessi hugmynd bara svo, ef maður fara hugmynd að sketsa eða eitthvað hversu fyndi væri fréttina væri bara 5 mínútur það var bara einspilning búið inn, út og að því að MBL sjónvarp var að framleiða mikið svona öðarþáttum og það hendaði líka því formati vel Þú varst bara að vinna þar bara sem tökumaður og framleiðandi Já, og svo bara sátum við á þessa hugmynd mjög lengi og svo bara eitt kvöldið bara fórum við og testuðum þetta og ætliðum alltaf að skipta mill okkar sko annan hvað þátt væri ég ankorinn og hann á vettvangi sem er mjög weird hugmynd en svo bara Ég held að það var skynsalegt að gera þetta eins og það gerir Já, svo bara sáum við það strax bara, herru, Benni er bara þessi ankor og ég er hinn svo voru aðeins lengur að þróa það heldur en kannski þig Já, mitt hluta Hvað er það? Það er svolítið flæðandi Það var meiri svona fíblaskapur svona í seinni tíð Fyrst var þetta meiri svona viðtalsgrín eitthvað svona Þið náðu að finna helviti góða blöndu sko. Já, og þessi húmor bara
hafa fyrir því að fara heim til sveppa og hann var bara eina spurningu búið bara það element svona virkaði sko. Það líka það svo mikil vinna á baku það fyrir svo lítið sem maður ber svo mikla verið fyrir og það eitthvað sem maður hefur ekki séð neins þar annars staðar sem maður veitir til erlendis frá þessi þáttur gæti aldrei verið til erlendis af því að aðgengi af fólki bara takmarkað erlendis, hérna getur náði alltaf bara farið inn á Alþingi bara má ég hitta þennan ekkert vesen en þú veist að farið inn á Alþingi getur tekið 3 klukkutíma stundum sko. Það bara að hitta fólk og þess að bíða og eitthvað að gera og samt bara fyrir þessar 10 sekúndur sko. Og pitsi sko þegar þið fá Bjarni Ben í stúdíu og svona hann ekki lengur inni en 2-3 mínútur eða hvað, það alveg mjög? Jú, hann lengur sko. Klukkutími, 2 eða eitthvað Hann gefur sér klukkutíma slott í þetta með sminki Já, það? Já. Það svona lykillinn að þessu sko. Þó að þetta sé bara 20 sekúndur Já, svo maður að debata hvað þetta, hvað fyndið, hvað getur við gert eitthvað, Ok, ég held þetta að vera meira eitthvað in and out mission þetta alveg atrið Já, þetta svona minimal klukkutími per gest skilur sem kemur til Benna í stúdíu ekki nefnir þessi mjög stutt og við vitum hvað ætlum að gera Já, en hitt kannski meira svona það tekur kannski lengri tíma það svona meira sit down Já, en það rosa sem við vitum ekkert hvað ætlum að gera Nei. Bara bókum Bjarna og bara finnum út í og hann kemur bara Svo er Bjarni kominn Hann treystir okkur alltaf maður Hvað er Bjarna? Hvað finnum Bjarna? Það var einu svona sem hann glimta að koma einhvern tímann Handseki þetta er hérna stólið Þú gerir það ekki vel Þetta er hérna stólið úr community Gerir það bara hræðilega Abed Já, þetta er þaðan sko Já, við tökum þetta handsek þegar við hittumst Já, þá bara hafði ég verið að horfa á community kvöldur áður og við vorum alveg tómir bara gerum þetta handsek, það er fyndið Svo var þetta handsek eitthvað meira og eitthvað svona Þeir eru bestu vinir sem ég fyndið Já Algjörlega En ég held að líka sko að hugmyndin af podcastinu var líka bara þannig að það sem var svo skemmtilegt við hraðfréttir var þegar við fórum bara til einhvers að taka upp innslag skemmtilegi hlutin bara að vera þar fara heim til einhvers eitthvað bara Helgu Steffensen í brúðbílnum eða hvað sem það er og vera hjá henni bara og taka upp innslag það er svona við söknum þess úr hraðfréttum og erum svona pínu að yfirfara yfir í podcastið að hitta fólk Nú sorry hlustendur eru komin í tækni nörda podcastpjallina en finnst ykkur ekki leiðilegt að vera ferðast með eitthvað ekki bara næs að vera í stúdíónu bara allt plug and play í stæðan fyrir að vera með eitthvað búnað og eitthvað vesen Jó, það er stundum gaman að koma nýja staði og eitthvað, vera einhverstaðar annar staðar mér finnst það sko Við samt gerum rosalega lítið að því Ég veit að við mættum gera meira að því en mér finnst það alltaf Ef það á við, þú veist, einhvern veginn kannski ekkert Það er svona líf í því það gefur líka svona færi á að gera grín að staðunum og hvað eru að gera og svo kemur einhver, hei, gaman sjá þig það er svona líf í podcastum Já, en samt svona fórum til biskupsins tókum heilan þátt hjá biskup í biskupsstofu En þá voru ekki komin með græðuna Nei, það er kannski græðuna svolítið stór hluti af þessu en þá fannst mér eins og við værum ekki í sama flæðinu inn í hennar rými skilur En reyndar ertu þá heimavelli hjá viðmælandanum Já, það er alveg punktur Já, mér finnst, maður þarf að vera með svona mæka og svona gott hljóð og geta hlusta og svona heyra í sér Mér finnst það svona partur af því, sko En það stendur að það sé hlaðvarp á ferðinni í description, sko En svo bara sá ég að þeir eru bara konum með stúdíó Það er bara svo þægilegt Ógeðslega þægilegt Já, en við ætlum að vera meira að ferðinni Já, kannski einu sinni í viku Já, 100%. Við vinna meira með það Já, 100%. Þannig að þeir eru frekar þar núna að fara að fjölga þáttum í viku frekar en fækka eða hvað? Alltaf fjölga Frekar en að fækka Já, frekar en að fækka en bara 3 sko mánmið förs Mér finnst það svona góð blanda Og kannski einn heilarlaus einn gestur og eitthvað eitt rugl eitt ferðalag heilarlaus gestur Ég held að þið mættu alveg þróa þetta með okkur Þið eru reynsluboltar í þessu Við erum sko að því að aftur, við erum vel rúðusökar ég er með bókaðan þátt sko, þú sást að miklum fyrirvara ég er með sko, við erum með 3-4 mánuð, ég er með bókaðan þátt í september sko. Bara þriðdagskvöldið á 17. september eða eitthvað Já, við erum bara með bókaðan þátt í þessari viku ekki næstu viku, ekkert framtíðar dæmi Mér finnst það bara að því að ég nenni bara ekki að lenda í því að bara vika framöndan og ég veit ekki hvað gest ég að fá þá veit ég að ég mun bara enda að fá okkur gest sem að annarkvort mér finnst bara þægild að ná í eða eitthvað, ég veit að vera ekki góð þáttur eða skilja okkur Ég held bara, við erum alltaf svo vanið sko. bara svo í einmitt hraðfréttum að þá bara var maður með aukt blað bara alla mánda, bara hvað er í þættunum á föstudaginn þannig að
það tempo hendar okkur vel sko. Já, ég held að við þrýfumst meira á því að vera með bakið upp vekk sko. Já, það er bara oft kannski. í ýmsi framleiðslu hjá okkur sko. En þetta var næs að vera með bókaðan í september, Benni. Já, það verður næs rosalegt sko. Kannski verður aðilin bara dáinn eða eitthvað sko, maður veit ekki neitt. Uppáhaldsbúllan ykkar, hver gótu búllan ykkar? Góð spurning. Ég segi Geskata. Já, klassist. Ég ætla að segja Efstaleiti. Já, baka við Vestló. Já. Var hún komin til að þér Vestló? Er ekki Ofanleiti? Nei, heitur hún Efstaleiti? Ég veit ekki hvað það heitir þessi gata. Nei, en jú, súbúla. Nei, hún var ekki komið við honum Vestló. Það var ekki heldur sjoppa, þetta var bara autt. Já, það er falin Gimsteinn. Já, það er þetta að fá rúf afslátt. Við fáum ennþá rúf afslátt. Þeir halda þessum að vinna í rúf. They don't know. Og það er bara tilbúið aldarinnar eða eitthvað? Já, nei. Kongur mínus kál. Ég er í hérna Kongur mínus kál? Já, fyrirgjöf mínus grammiti. Ekkert grammiti. Nei, hann borða ekki grammiti. Ég er enda smá þar. Já, gott séð. Þetta við erum líkið með þetta. Ég fer í steikaborgarna. Eða double cheese. Og enga franskar. Herru, veistu hvað þú ættir að prófa? Hvað? Það fyrir double cheese, brauð á milli, auka gums. Er rosalegt. Hvað er gums? Gums? Eða þú veist, það er græmiti. Það er með tómati, káli og... Auka græmiti? Já. Hljómar hæðilega. Býður einhverju það? Ég ætla bara auka kál. Ég ætla double cheese, auka brauð og meira græmiti. Ég get ekki, þetta er ekki hægt sko. Þetta er svo bara söpvei, aðeins meira kál. Gera það enginn. Sem ég gera alltaf. Er það? Já. Vel gert. Ég byrði alltaf eitt tráfni í einu, triksið, af því að, þú veist, ef við byrjum allt bara, ef við byrjum alltaf feska, það er bara pínlítið öllu. Það fá rauðlauk, það fá mægis, það fá bara allt eitt í einu, tekur miklu lengur tíma, en fæði bara meira. Já, ok, vel gert. En enda, klárum bara söpvi núna? En þú ert bara að vinna með bræðing. Söpvi eru líka samstæðar bara bræðing mínus kál. Já, bara mínus ekkert. Kannski setja auka hérna skinku eða bacon eða eitthvað. Hleð á þetta kjöti. Rosalegu bátur. Já, þetta er svolítið þingubátur. Já. En ég er ekkert mikið að díla við þetta sko. Nei. Það fer að síðu setni endan hjá okkur. Þetta heldur betur, þetta er búið að vera veistla. Hrikalega skemmtilegt. Já, mjög gaman. Lengjan er síðu spurningarna, fyrirritarspurningar og svo kalda stríðið. Og það er sko lengi að vita að Benni er gáringur og Fannar er harður víkingur. Yes sir. Bara einn ekstra, tippum á lenginni. Sko, nú fengu þið þann heiður að skrifa áramótaskaupið 2023. Sko, þarf maður ekki að vera alvöru masokisti til að taka það að kikka að sér eða? Jó, smá sko. Jó. En þetta er mjög gaman sko. Er eitthvað bara drull kannski? Nei, alls ekki. Nei. Alltaf verið svona blöðu draumur. Á meina ekki drull, á meina bara að ef þetta myndi klikka Nei, við vorum alltaf mjög harður á því að þetta vera eitthvað svona konsept, einhver saga gegnum skaupið sem reyndar svona varð aðeins öðru sem við bjökumst við ef við munum eftir skaupinu þá villi Netto að labba í gegnum partí sem var svo reyndar gaggrind af einhverjum eitthvað svona elitan á Íslandi saman komin í partí eitthvað lalala en sagan átti að vera aðeins öðruvísi en þráðurinn var til staðar og var hugmyndi okkur 2016 að gera það þannig en svo var líka alltaf hugmyndinu okkur að því okkur finnst skaup á að vera svona árshátíð grínista og leikara þú átt að sjá okkur mörg andlit ekki bara einhvern höfundahóp sem skrifa skaupið og leikur svo bara í öllum sketsunum en það var líka alltaf svona hugmynd frá okkur en við lögðum mikið í að eyða pening í kast og fólk og minna í okkur sjálfa þannig að við fengum nú ekki mikið fyrir skaupið annað en bara heiðurinn að fá að gera það við fengum nú það alveg borga við vorum að framleiða náttúrulega líka það er líka svolítið hiti sem fer í að skrifa, framleiða, leikstýra þetta er alveg nú spyr ég bara sem algjörbyrjun nýli sko munurinn á framleiða og skrifa áttu bara setjast niður og bara hvað er fyndið, hvað getur við gert framleiða þá áttu að bara gera allt eins og bóka bara fólki sem er að vinna í skaupinu búa til tökuplan bara retta öllum hlutunum bara verkefnastjóri yfir borga alla reikninga og við vorum að borga reikninga bara á fullu sem var skemmtilegt já, verkefnastjóri er svona kannski gott orð og gekk þetta ekki bara fáið skaupið aftur í ári við erum ekkert að sækjast eftir á næstunni sko okkur fannst gaman allavega að gera eitt
gott skaup og okkur fannst það bara ganga vel, líka bara svona skaup svona, þetta pæling hvernig skaup gert, bara hvernig svona línulega það okkur fannst alltaf að það að byrja með mjög sterkur lagi og enda mjög með sterkur lagi og eitthvað svona sterkt lagi í miðunni. Ég held að kannski, ég veit ekki hvort að aðrir sem að búið til skaup hafa verið að pæla mikið í þessu. En þú veist, það er svona að upplifa svona, hvað maður að segja, kraft. Hvað var lagið? Kraftur í skaupinu. Það var Herra Netsmjör. Já. Koss á því. Það situr vel eftir, sko. Já, það stærsti sigurinn. Já, ég held að það sé stærsti sigurinn. Lagið úr skaupinu svona í framhaldslíf inn í... Svo fengum við líka auðvitað Steinda til að gera lagið þeirra AI-dótið hana. Og byrjuðum með svona sterku kvalalagi. Kristján Loftsson með blóð í andlitinu. Eitthvað svona, já. Þannig að kraftmikið skaup var svona pælingin okkar. Finnst ykkur ekkert sko að því að þið eruð geggjaðir behind the camera og in camera ekki oft, ég veit ekki hvað þið finnst ykkur vera fyndnir, en ef ég væri smjörþefið, ef ég væri bara 1% fyndin, jafnfyndin á þið þá myndi ég vilja vera bara í öllum atriðum, sjálfur. Já, mennar, í skaupinu þá. Já, til dæmis sko. Já, við settum inn eitt svona... Eða bara svo í draumnum, ég væri bara, ég skal taka þetta. Já, Fannar enda var að tróða sér í kameri draum. Já, súlan hann var. Já, ég náði súlinni. Nei, alltaf ef ég tala fyrir mig, ég ætla ekki að tala fyrir okkur báða, það var aldrei verið einhvern ambisjónir mér að vera in front of kamera. Nei. Ég hef alltaf bara verið með ambisjónir og svona drauma að leikstýra og framleiða. Það hefur alltaf verið svona ambisjónin mín. Svo einhvern veginn hraðfréttir var bara einhver svona monstri sem bara einhvern veginn var það 6 árum. Þannig að já, nei. Já, en líka, við ákvaðum líka bara með skaupið að við virðum ekkert eitthvað fyrirferðar miklu sem leikarar. Við erum fyrstulega ekki leikarar. Nei. Og svo var það bara svona restina við bættum við einum skett sem var svona hraðfrétta við 2. Já. Bara því okkur vantaði eitthvað jarðskjálftana. Já, og eldgosinn og allt þetta. Líður ykkur betur bakakameruna? Já, mér, já. Ég bara bæði, sko. Ég geti ekki valið. Mér finnst mjög kósí líka að vera fyrir aftan. Já. Og að sitja við klippiborð og svona. Mér finnst það mjög gaman. Þið eru bara svo glæsilegir, sko. Þið hefur verið myndavel, sko. Já, takk fyrir það. Já. En ég verð að segja þetta, því við erum ekki búin að koma inn á í þættinum og við erum komin 2 tíma inn. Já. Sko, ég fattaði bara Fannari á Gunnar á Völlum. Vá. Já, það eru nokkrir þar. 2010 Fannar! Fannar minn Skráta stjórnina. Það er rosalegt, sko. Við erum svolítið að reyna að fá Gunnar á Völlum aftur inn, sko. Það væri geðvegt. Gunnar á Völlum enski boltinstæll. Fá það í hlaðfréttir. Takk. Já, en við höfum pizzaði þessu á sko alla miðla. Að bara rýbúta bara Gunnar á Völlum. Það er gott konsept. Hann farið bara enska leiki. Og bara hvað komist þið langt líka. Já, það væri mjög. Þið eru svo góður í kjaftinu, þið gætu örugglega komist helviti langt, sko. Já, svo bara fjallar Gunnar á Völlum ekki neitt fótbolta. Þetta er bara farin okkur að bara... Nei, ég er að segja, þið væri bara komin inn í klefa hjá City að það vissu af. Já. Ligguðið, sko. Já. Það væri mjög gott, sko. Já, vá. Við höfum nefnt að við... Já, við sjáum, þeir eru ekki búin að býta á agnið en þá, sko. Make it happen. Make it happen, já. Make it happen, þetta er ákall. Það komið að rittarspurningunum, blandu almennar spurningar. Já. Og það er að sjálfsögðu búið frumvera. Þetta er líka sniðustrákar, þá fáið sko hlustendur til að senda spurningar á ykkur. Hlustendurnir eru inn í þættinu. Engaged. Ég skil. Eru komin inn til að læra. En hvenær sendu þetta fólk? Þá sendum við kannski 1-2 mánu. Þið mæti hraðfréttabróðsnir að mæta, setjum á Instagram, setjum á TikTok og þá senda við spurningar, sko. En gallin er hins að sá að mjög margir, sérstaklega um pólitík og svona, vilja vera nafnlausir. Þeir vilja koma spurningar en vilja ekki fá Facebook-hópurinn er ekki vinsæll að kommenta það. Og ég myndi aldrei gera það sjálfur. Nei. Þannig að hvað er þetta allt nafnlaust og bara eitthvað? Nei, ekki allt, sko, en það er misjant, sko, stundum. Þetta er líka, við erum kannski ekki að fara yfir heimsinsmálin hérna, sko. Þetta er sérstaklega viðkvæmt. Frumeri, það er bara einföld skilabóð. 6 og 7 endastaf, drífa sig í skoðun. Já. Kannski stuð til ykkar, hvernig ertu næst að fara með bíliðin í skoðun, Benni? Herru, ég var náttúrulega bara að kaupa bílum daginn. Já, það gengur vel. 28 skoðuna. Ford Explorer enda af 2013 módel, hann ég fer bara næsta ári. Já, hvenær, það er númerplatan sem skiptir máli, sko. Já, það stendur samt 2000. Já, það er árið, svo er platan, sko, mánuðurinn. Já, ég veit það ekkert. Nei, ég kann ekki númerið. Nei, ég er svo nýr, ég manna það ekki. Ég er hann að finna mína, sko. Ég var líka Þetta er alveg heimaðuna. Já, ég var líka að kaupa nýjan bíl, sko. Það er lengra síðan. Hvernig bíl keyptið þú þér? Ég get mér Chrysler Town & Country. Já. 7 sæta
rosalega bíl sko. Þið eru alveg torfæri kallar. Hann hérna JUB49 þannig það þá september. Eru núna, já. Já, bara takk. Nú bara drífa sig í... Þú mátt líka fara fyrr, sko. Það? Ég fer einu svona dag. Eins og dag, já. Skoðan daglega. Bara kikki í kaffi og stemning. Svo segjum ekki þar að hlýta sér. Þeir eru ekki að borga okkur í sælu, sko. Birkir bara með innegnanda til þess að geta færa sælu. Og svo er það Kemi, nývörlina. Og þú veist, þá þetta stakk mig sérstaklega Abarth öryggisskotni frá Ítalíu. Jú. Ítölskæði. Glænýr. Vandaði vinnuskór. Sko, þeir eru ekki bara lofta vel stáltá og líta vel út þægilegir sko. Er eitthvað verðin að reka sig í? Nei, ég held ekki. Nei. Stíða okkur legokupp eða eitthvað? Ég geng alltaf núna í öryggisskóm. Bara heim með þér. Töflurnar dög ekki. Það fer allt í gegn. Ok, Arnar Ingi, hann ríður á vaðið og hún til eitthvað beggja skák, golf og eða skíði. Skíði. Ok, powerrank. 1, 2, 3. Já. Skák, golf, það var skíði, golf, skák. Já, sama hér. Já. Ég þetta að komast aðeins til í skákina. Þið viti hvað þætti í samt, sko. Já, ég veit að ég er svo glaður að ég sé hérna þegar ég kann skák. Ég kunni ekki skák fyrir 3 mánuðum síðan. Bara ekki manngangin. Og þú kannt það núna? Kann núna. Sonur minn kenndi mér. Hann er í skák. Þessi sonuðin er ótrúlega. Já. Hann er ótrúlegur, verður eitthvað. Næstu vikni vatnar. En já. Róslega sonur. Elvar. Tekur hann? Elvar, sorry. Tekur hann? Hann tekur mig, því ég er ekki góður. Sko. En já. Hann kunni ekki skák fyrir 3 mánuði. Hann fæ nú ekki að komast upp með það til lengdar eða hvað? Nei, líklega ekki, sko. Ég ætla að fara að vinna hann. Hann þarf að læra það. Herðan. Gauti Magna, hann á næstu, hann spyr til Fannars, hræktirðu í alvöru í lófanaður áður hún gafst Luka Modric 5 árið 2013? Nei, ég gerði ekki. Jú, þú hræktir í lófanaður? Já, ég gerði svona, ég hrækti í lófan og svo þreif ég það og svo, nei, byrju, þetta var öfugt. Þetta var öfugt, sko. Nei, já, við hittum hann. Tók í spaðan. Og svo hugsaðu, djúðlega fyndið að láta hann líti út eins og ég hafi hrækt, já, það var þannig. Þannig að þetta var eftir á. Já. Helvítis. Til Benna, það hann Höddi sem spyr hvað veist Benna Jónas Sig? Hvað? Þetta skuttir spurning. Já, þetta hættan við rittar spurningar. Og við bara þurfum að treysta að þetta sé bara eitthvað valid spurning. Jónas Sig, hann ekki bara topp maður. Ekkert um að gott hann að segja. Maður hefur ekkert fyrir sér sko, ég veit ekkert hvað Arnar hann á næstu hún til Fannars hvort saknar Fannar meira gamla Polo eða vídeoleigunar í Grímsbæ? Það er vídeolegan í Grímsbæ. Já, alltaf. Hún er nær, sko. Varst þú vídeoljónskall? Eða varst þú 107 Snæland? Já, við kallum það Naus. Minn aldur. Það var, já, á Nesveginum. Ég var meira þar, já. Bölvin yfir því húsnæði. Er það? Það fer allt á hausinn. Já, reyndar, það er reyndar alveg rétt, sko. Þetta, já, ég var meira að leiða spólur þar. Það var allt út í sjoppu í Vesturbænum. Meira að sjoppa beint fyrir utan Kárvöllin. Ég sakna svo að leiða spólu, sko. Bara ákveða þá, koma heim, ít og play. Ekki bara að vera vafri eitthvað endalaust, sko. Og þú fer ekkert inn á Netflix í dag og kaupiði snakk í leiðinni, skilur? Já, mér finnir, sko, að því Town & Country bíl sem ég var að kaupa, það er DFD-spilar í bílnum og 2 sjónvörp sem falla niður. Þannig ég á ógeðslega mikið af DFD-myndum. Og ég var að kaupa bara svona 50 myndir bara í gær. Og vinir svona mín sem 8 ára komu heim á hann og tók upp DFD-hulstrinu og bara, hvað er þetta? Þau hefur bara aldrei séð þetta áður og það var bara Frozen og DFD og eitthvað svona Megamind og Lion King og eitthvað. Hvað er þetta? Það var bara eitthvað svona nýtt fyrir þeim. Og ég þurfti að útskýra fyrir þeim, þetta er svona diskur, setur hann í spilar, þeir bara skildu þetta ekki. Þeim er þetta bara alltaf bara klárt, bara play í það, ná í app. Athyglisspannið svona 2-6, sko. Já. Ég man bara þegar ég var krakki og ég sá sko sjónvarp í bíl, það var minn mælikvarði á hvort að fólk ætti raunverulega mikinn pening. Það var alvöru lúksus að... Já, og Town & Country í gamla dag kosta 20 kúlur, skilur. Ég var að kaupa hann núna, 20 ára gamlan, skilur. Myndi eftir ég spila það á 1 kúlu. Hvað er þetta sem við erum að horfa að þetta? Benni, náður að endurfjármagna breytilega húsnæðislánið þitt? Já, ég var alltaf að tala að ég hef verið með breytilega vexti hérna í einhverjum 10 ára afmælistætti. Mamma þetta á heilanum, fekk alla bankastjóra landsins í setti. Það var alltaf bara grína af því. Það gerir þetta líka. Já, nei, ég er með bullandi verðtryggt maður. Fasta. Já, segur. Já. Benni, lendur þú oft í því að það sé rugglast á þér á Birni Braga?
Ég held að Björn Bræðis hann lendir miklu meiri í heldinu. Hann alltaf hraðfréttakallinn sko. Hann minni og særri. Já, það ekki málið? Já, takk fyrir það. Nei, ég lendir lítið í. Það kemur samt alveg fyrir. Já, kemur fyrir. Já, hefur alveg komið fyrir, já. Ég hef lendi með andra fyrir á RÚV, sko. Já, sko, þegar þú segir það. Já, ég fór Ekkert líkir, sko. Nei, en það samt eitthvað. En sko, 2013, 13, því ég var svona tildulega nýbyrjar í sjónvarpi, þá fór ég krítarferð, svona pakkaferð, ég og konan, til Krítar og vorum á hótelum í Íslendingum og bara alla ferðina heldur að ég var Andri á Flandri. Og ég ákvað bara að vera ekkert að leiðrétta það. Þannig bara í 2 vikur bara held aldrei ég var hann, sko. En hann það er ekki leiðum að líkjast. Nei, en ég held að segja eitthvað svona, þetta er svona error bara. Var hann ekki á Flandri á svipum tíma og þið voru að koma fram á sjónarsviðið? Jó, örugglega, þannig að þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað Andri fyrir á RÚV, hann á RÚV Björn Bræði með hérna Getur betur ég með hraðfréttir, þetta er svona eitthvað mix-up. Það er verið að grauta þessu saman hérna. Benni, hversu góðu varstu á skíðum og getur eitthvað ennþá? Já, sko, hann verður að svara því hann við séð mig á skíðum. Benni er mjög góður á skíðum. Já. Mjög góður. Er eitthvað enn þarna? Auðvitað til menn sem eru betri en á svona 37 ára viðmiðinu þá er hann mjög góður. Ég fer hratt. Ég kannski ekki með fínustu hreyfingarnar svona. Ég meira svona keppnisskíða miðandi, skilur. Ég var alltaf að keppa og þú veist, ég er ekki svona pabbi minn til dæmis bara miklu svona flottar á skíðum. En er þá ekki leiðilegt að fara með þér á skíði eða? Já, þetta var forgjöf í golfið og var Benni með svona 5. Skiljið? Já, ég fór í fyrsta skipti til útlanda á skíði með mitt Fannari í janúar. Það var aldrei farið til útlanda á skíði. Maður bara í Bláfjöllum og átti ekki defnað einhverju svona fínum ferðum. Og hérna þá ertu komin í svo langa brekkur og mér varst bara gaman að bíða eftir strákunum. Skíða aðeins, bíða, horfa á þá svona, pæli þeim, hvernig þeim gengur, skíða. Þetta var ekkert, ég var aldrei eitthvað undan eða svona, eða sýnast eitthvað sérstaklega, held ég. Nei, smá. Það er svona. Það er ekkert að vera að koma. Aðeins alltaf að skransa á það þegar þú mættir hann. Ertu karvingall? Já, ég er karvingall. Nú, er þetta ekki fyrstu karvingskíðin? Nei, ég átti nú einhver, sko. En, já, jú, ég er alltaf karvingall. Þetta er svo ógeðislega gaman, sko. Þetta er svo gaman. Þetta er ógeðslega gaman. Við fórum í þessa skíðaferð, ég var þunglindur í 3 mánuði, sko. Ég kom heim. Þetta er bara trillt. Í stíinu upp á þunglindinu. Gett skemmtilega, sko. Já, bara, en ég reyndar gerði þau mistök að ég var á skíðum sem krakki, skiptir í bretti í einhvern töffærastælum, var á bretti í svona 9 ára eða eitthvað, var alveg fínn, en aldrei eitthvað góður, bara fínn. Og svo hætti ég bara alveg í önnur 15 ára eða eitthvað og var að byrja aftur á bretti bara eiginlega bara þessari ferð, sko. Það er gott samt að geta gripið í bæði. Já, en svo keypti ég mig skíði þegar ég kom heim og er svona að læra aftur á skíði. Já. Það er mjög gaman, sko. Er þið kjallaskíðafjallar? Fjallaskíðakallar? Já, ég aldrei prófað það, sko. Nei. Erst þú þar eða? Já, ég datt svolítið í það COVID, sko. Já, ok. Það var mjög sterkt inn þar þegar allt var lokað, sko. Ég tók aðeins frístælskíðin. Já. Svona litlu sem er eins og fjallaskíði í kúft í báðar áttir. Akkurat, já. Ég átti þannig líka. Aftur og bak og áfram alveg. Brettið er mjög gott, sko. Ég mun aldrei gefa, held ég, upp brettið, sko. Nei. Hætta bara, það voru hættur á bretti og mun aldrei aftur að fara á bretti. En mér fannst samt í alvörunni, það gaman á skíðum að það verður erfitt í næstu skíðaferð sem við erum búnir að bóka sami hópur að finna tíma fyrir brettið, sko. Þetta er svona learning curve. Læra eitthvað nýtt, sko. Það er ekkert skemmtilegra en ég veit það. Hvert er það að fara næst? Samastað. Já, þetta er bara Sturgi. Nú erum við búin að reykja Birkja brott, það er bara fínt kannski. Kannski bara verið bestu. Eru fleiri spurningar? Já, það er einhverja nokkru. Við erum alveg að klára. Það er skemmtilegt. Til eitthvað beggja, hversu mikill kóngur er Gunni Samloka? Bara langbestur, sko. Það er bara algjör perla, svo mannskja. Ég kynnist þá náttúrulega en setna Fannar upplýði svona með honum þessar Gunnar og Völlu. Þú talaði það þegar ég vann með honum, þá byggum við saman. Ég var með Gunnarsíki, alltaf með Gunnarsíki. Já, mér fannst bara eitthvað skrítið að vera hanga með fullorðnum mann alla daga, einhverju manni sem ég þekkti ekki. Jú, ég vissi hver hann var, ég vissi að hann var í Strákunum eitthvað svona, og með fíblagang og eitthvað. Nei, hann er bara magnaður maður, sko. Hefur kennt manni mikið á lífið og er hann ekki kynslóð undan okkur, svona eiginlega.
Jú, hann er 50 og eitthvað. Já, hann er svona stóri bróðir sko. Stóri bróðir, já. Hann hefur kent manni mikið og bara óslega einlægur og skemmtilegur og fyndinn og góð manneskja í alla staði. Rosalega, já, einmitt, góð manneskja, heldur besta lýsingin á hann sko. Þá komið að sen spurningunum fyrir kalda stríð hafið smakað David Jones döðlunar? Döðlunar? Ég smakað döðlur, ég veit ekki, er ekki inn í bröndunum? Nei, þú myndir ekki, það hefði ekki farið fram með þér að þú smakað David Jones. Okay. Það er þessar sigru, eða ekki sigru endur að döðlunar, já, bara lakrísinn, þvælan, nettu smjörið. Coca-Cola, já, þetta er alltaf, þetta er alveg svakar. Nei, ég smakað það. Kanildöðlunar út á skýri, þetta er nýja bræðtindunum, þetta er bara rugg. Kjaftaði, sko. Skott. Það komið að kalda stríðinu. Sem er jafnframt síðasti liðurinn. Já, þetta er þeir eru að sleppa. Svakalegt. Ég þarf ekki að fara neitt, sko. Á bara það ámælega? Já, ég þarf ekki. Jú, í smástund. Klukkutíma og kortir viðbót. Þeir eru framlengjum. Mér langar að framlengja. Ég fættist 10 mínútur í miðnætti, en ef við höldum út í klukkutíma og 7 mínútur þá getum við fagnað. Og þyrftir eiginlega að taka erpa á þetta núna og bara gasa og við getum bara lappa út. Já, við ætlum sko setni helmingurinn á þættinum þá taka þeir við taumunum sko. Og við eða bara ykkar format sko, þar sem við erum bara að tala um bara eitthvað, bara daginn og veginn. En við þurfum að láta það gera samt. Í okkar heimili í tónil. Endilega. Það verður útvöld. Já, það verður skemmtilegt. En strákar, eru konur í stellingar? Þetta er nýr liður. Já, við vitum ekkert, þannig að bara let's go. Við valla heldur, og hlustendur ekki heldur sko. Fyrsta skipti sem við erum frumsýnað hennar lið. Við erum alltaf að þróast eins og þeir. Birkir, þú smíðaðir þetta og ég ætla að leyfa þér að Herru, þetta eru kaldamenn sem er að bjóða upp að þetta er kalda stríð. Þetta eru raun og veru hraðspurningar sem við vorum með. Þetta eru 10 hraðspurningar og þetta er A eða B. Þetta eru 2 lið sem kom til greina og það eru 5 beittar og 5 skemmtilegar og sumar eru kalda tengdar. Byrjum á því strákar komin í stendingar eða? Erum við að svara báður í einu? Bara bom, bom, bom. Já, bara Benni byrjar. Okay. Því að hann er undan í stafrónu og Fanna krýpur átt fram. Ég er búin að vera duglegur þessu vitali, eða ekki? Mjög. Já, takk. Sérstaklega svona þegar vitali þróaðist aðeins, byrjaði svona smá. Já, ég var næstur til að byrja með. Þú átt líka ammæli. Svo hellti svona ammælistreitar niður mig. Grillun í bönninu á hann. Já, haldið áfram. Já, Benni byrjar. Kaldi á kranaði dós. Krana. Já, krana. Light eða klassískur, kaldi? Classic. Já, classic. Hvor er leiðinleg, núna svarið bara saman sko, hvor er leiðinlegri á sínum verstadegi? Fannar. Já, ég. Já. Það skín í gegn. Já. Ég kannski get feikað meira. Bælir það bara svona inn í sér bara. Já. Nú tegum bara töflur okkar við því. Svörum kannski á hann, hver gerir minna? Í hverju það? Vinnunni? Minna? Já. Ætlaði bara... Það er líka, já. Það er líka bara Fannar. Já. Já, Benni bara. Hver á ykkur áttu hugmyndir á hlaðfréttum? Ekki segja samheila. Nafninu eða podcastinu? Podcastinu. Ég held að Fannar er kannski meiri frumkvöðlaði að gera podcast. Nafnið Benni. Nafnið, já. Nafnið Benni, þú áttur hugmyndina. Já. Mjög gott. Hver er líklegri til að mæta seinni upptökur? Er það ekki að ég? Jú, kannski Benni, já. Benni, já. Þannig erum við... Nokkuð pott þetta samt. Já, en ég ætla að segja að þannig erum við að skarast á við að þeir séu bara við, sko. Einmitt. Já, þú veist, ég er ekkert eitthvað stendasitt. Ég er bara... Nei, það er fáið kannski það, sko. Eins og núna, 10 mínútur yfir. Já. Ég held að það verður bara Fannar að kenna, sko. Af því að mér veist þú verður svo pottið. Það verður að malbygga bústaðaveginn, það gerir þetta aðeins erfiðara. Já, nei. En hann aldrei seit sko, hann svona alltaf bara ákkurat. Aldrei eitthvað svona 5 mínútur fyrir. Nei, ég vil ekki vera mættur fyrir, nei. Ég er svolítið þar sko. Þess er endur ekki að Benni skemmtilegasti viðmælandi í sögu rafrétta. Raki betta. Hemmigun, vel gert. Hvor er þið betri forsætisráðara? Örgulega ég. Já, Benni. Benni? Það var eitthvað svona, já. Já, ég væri of hvatvís. Það sprengjum þetta allt. Fokk, ekki gera. Ég myndi þurfa að íhuga meira. Skoðum það. Eigið atrið fyrir hlustendur sem er á veraldavefnum sem þið sjáuð eftir? Það var á vefnum en það er búið að taka út. Aha. Já.
sem við sjáum eftir. Það bara gamla 12-0 draslu. Já, það er alltaf dæmi. En það eftir dark dæmi eða? Já, svolítið. Reyndar voru við sko bara 18 ára þegar vorum að gera. Já. Þannig að ég stend alveg með þessu. Þetta fyndið. Segja okkur að þau eru búin að það er sketsar sem já, ég ætla ekki eins og að reyna. Þeir ánæra það séð ekki til lengur. Já. Og svona viðtöl á böllum og eitthvað við að fýblast. Það vera 18. Rúf eða mokkin? Rúf. Gunni samlokaði Auðun Blöndal. Gunni. Fáum við return of hraðfréttir? Ekki vikulega, nei. En svona spesiala. Já, það er alltaf opið fyrir því. Við myndum báðið bara að missa börnin frá okkur og bara skilja og enda 2 eftir á bárugrandur. Við myndum bara að gera vikulega hraðfréttir sko. Algjörlega. Loka spurning hvað þetta búið að geðveikt, takk fyrir komuna strákar. Eitt ráð til ungra og upprennandi grínista? Já, mjög gott ráð. Já, kottum. Ég bara langar svo að komast að því, ég kom ekki út um mér. Bara að vera duglega að gera. Bara gera. Eða erum við hugmynd bara að gera hana. Bara hendin út. Aldrei bíða, ekki hika, aldrei. Nei. Ég er búinn, takk. Já, þetta var gott. Þetta snýst bara um að gera. Við erum bara búið. Já, og í rauninni það líka svolítið. Ekki kannski ritskoða sig ómikið. Ekki vera efins með hlutina. Vaða bara hlutina. Þetta er svolítið svona sama hann að segja. Og hafa léttleikan í fyrirrúmi. Benno og Fannar í hraðfréttum, takk fyrir kvöldið og til hamingju afmæli Fannar og takk fyrir komuna strákar. Takk fyrir okkur. Takk.